velkomin að Rauða borðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Fáum einhvern gest að borðinu og sem vil leyfa okkur að kynna sér. Svo við getum kynnst hans sögu og uppruna en líka kannski spegla okkur aðeins í annarri manneskju sem alltaf hollt og gott. Og nú hingað kominn Einar Már Guðmundsson, rithöfundur og skáld. Eða skáld og rithöfundur. Já. Ég maður fyrst eftir þessi skáldi, svo rithöfundi. Svo rithöfundi. Herðu, takk fyrir að koma. Já, takk fyrir boðið. Þetta ýmsar leiðir sem hægt að fara. Við getum bara byrjað á byrjuninni og svona, en þú náttúrulega skrifa svolítið ef ég tæki bækurnar þínar og myndi svona stokka þér aðeins upp og svona, þá fæ ég svolítið hluta af ævinni þinni, æskunni þinni. Jú, svona allavega svona tímanum, sko. Svona, maður notar svona ákveðna hluta af sjálfum sér, sko. En oft, sko, nú kannski ekki, sko, þeir eru kannski ekki allir áræðanlegir sögumenninni mínir, sko, en þeir myndu nú kannski, það væri ábyggilega hægt að finna einhverja línu, sko, þar sem að kæmi svona ákveðin atburðarás. Þó það vanti nú ábyggilega líka eitthvað inn, sko. Já. Þetta er mest æskan og ung. Já, það er svona tvær leiðir oft í, sko, bókmenntunum. Sko, sem að hann byrja margir svolítið svona, maður kallar þetta svona, mann hárreita sig svona innanfrá og nota svona sjálfan sig. Þetta er stundum kallað talað þetta sem höfuðstól í bókmenntunum segja þeir allavega í Danmörku. Þú veist, eitthvað saga sem það eiga allir, það er sagt að allir eigi eina sögu, sko, og þetta sé svona sem að þú síðan eist úr. Já, þú átt, sko, þetta, sko, en svo þetta, þróast þetta, sko, svo þarftu náttúrulega að fara að kíkja út úr þínu eigin höfði, þannig að þá fer maður að vinna taldi kannski meira með heimildir og svona horfa aðeins öðruvísi í kringum sig, sko. Þannig að ég hef aldrei, sko, það er eflaust hægt að segja mín verk, sko, að þau séu bæði svona persónuleg og líka, þú veist, svona almennt söguleg, svo er náttúrulega meira undanferðið ekki. Jú. Eins og allir höfundar heldur í Íslandi neyjist til svona eitthvað stráðar sem er svona í gegnum þjóðlegan fróðleik aftur í sögurnar, sko. Jú. Þetta er svona einhver. Jú, það er náttúrulega líka allavega í mínu tilfelli svona ákveðin afstaða, sko, til eins og til dæmis, sko, sagnaþátturinn sem er svona eiginlega kannski elsta formið, bókmenntaformið sem við eigum alveg frá Íslendingasögunum, sko, þessi litli sagnaþáttur. Sem er okkar svona blues. Já, og svo er þetta, sko, til eiginlega alla söguna, sko, alveg fram í, sko, á 19. öld, Gísli Konráðs og Brynjólfur frá Minnanúpi og alveg inn í okkar daga, sko, Hannes Pétursson, Þorsteinn frá Hamri og ótrúlega, og menn fá auðvitað áhuga á þessum heimi og þessum textum, sko. En sagnaþátturinn, sko, hefur alltaf verið, sko, margir bara mjög góðir höfundar, þeir hafa verið mjög vanmetnir, sko, og af því að sko, sagfræðingarnir hafa ekki talið þetta sagfræði, þegar svona þessi vísindalega svona háskóla sagfræði, sko, og listafólkið fúlsað við þessu sem bókmenntum, sko, þannig að þetta fellur svolítið svona milli skips og bryggju, en það er svona eins og við manni mælt að þar liggur oft svona stöfið. Það sem rennur saman saltvatn og ferskvatn og fjaran og landið og sjórinn og þetta sé svona gróðrar svæði. Já, og það er merkilegt oft með þetta til dæmis ef við tökum af því ég nú til dæmis verið sótt í Brynjólfur frá Minnanúpi að sko að það er merkilegt með til dæmis þetta er að hann er að skrifa þetta í lok sko 19. aldar og byrjun 20. Og
sko til dæmis sko skáldskapur eins og margt sem eldist mjög illa sem var svona uppi í tímanum sko, ýmis ljóð sko sem alveg með fullri virðingu fyrir þeim sem verður bara svona dálítið svona eftir svona sko tungumálið svolítið svona eins og tíminn var og ekki tengist ekki öðrum tíma en þú tekur svona sögu eins og hjá Brynjólfi eins og sagan af Þuríði formanni og Kambrámsmönnum að þetta er bara eins og þetta hafi verið skrifað í gær sko og svona og þarna einhver skiluru þú veist einhver svona klassísk kaldhæðni og stuttarsetningar og líka sko og svona þessna hafa kannski ekki allir þolinmæði í að lesa þetta sko af því þetta mikil líka svona ættfræði þetta gerir ráð fyrir að þú hafir óbærslegan áhuga á svæðinu og það verður náttúrulega yfirleitt þannig sko held ég hjá höfundum að menn fá svona áhuga á nánast öllu sko og eru tilbúnir í að sökkva sér djúpt í það. Já. En þetta ekki þessi svona þráður, þetta svona þráður í gegnum íslenskar bókmyndir. Já. Þetta ekki líka þess að þráður sem að eiginlega best sýnir þessu stilega hvernig við erum, þar sem að við erum að fjalla staðreyndir, en látum sko sagnamennskuna stýra. Og það er nú oft verið talað um það svona í umræðunni og að Íslendingar séu með sérstaka umræðu, að þeir eru ekki góður í rökræðu og ekki góður í að láta beygja sig undir svona staðreyndir og eitthvað fleira, heldur láta svona söguna að vinna. Ef maður ætlaði að skilja Íslendinga, þá er líklega best að rekja sér til þessum þráði bókmennanna. Hvernig við nálgumst skilning á heiminum. Sko. Já. Jú, þetta eru oft náttúrulega mikið af þessum sögum eru náttúrulega svona örlaga sögur. Sem bæði svona spegla svona tímana og viðhorfin og eru kannski mjög nálægt sko þessum svona almenna þessi munnlega sagnalist sem hefur verið svolítið svona okkar hefð sko en síðan gert að mínu mati allt og mikið úr því sko að við séum sagnamenn en ekki heimspekingar að við getum ekki talað um heimspeki og stjórnmál og svona sko þetta er náttúrulega þetta er að einhverju leyti vitleysa sko og á sig kannski rætur í að sko hérna á nýlendutímanum sko að þú veist það voru bara engir háskólar sko og þú veist menntun sko hún var ellendis og hérna það er líka Laxness að kenna, hann sagði þetta sko er þetta ekki Innnesetta-króniku meðal annars þegar hann er á sko hápunkti að vera bara páfi íslenska menningar að hann segir þetta á sko hápunkti sínum og Íslendingar bara trúðu því Já, með pólitík og tík það og allt þetta þessi sko en samt er náttúrulega sko hann eins og flestir sem kannski eða margir sem fást við þetta fag sko svona mótsagnakenndur síðan hann kannski sá höfundur sem leggur einna mest til pólitíkurinnar sko eins og á 4. áratugnum sko með þess að og skapa svolítið þá mynd af líka samfélaginu sem við höfum sko eins og til dæmis í sambandi við sósíalismann og svona réttlætis hugsun okkar sko en svona síðan samfélagsgreinir en síðan fer hann alltaf þegar hann kemur sko meira út í þú veist svona absúrdisma og þennan svona seinnisma sem að þetta verður svona tengir þetta stundum við svona taoisma og eitt og annað þá kemur meira oft þessi afstaða þú veist sko að sko samfélagið hafi enga merkingu og annað slíkt og því líkt sko en svona samt hefur hann held ég aldrei talað um það í sömu merkingu og Margaret Thatcher gerði það er ekki til sem heitir samfélag ekki til sem heitir samfélag sagði hún þú ert komin á góðan aldur ertu ekki komin á aldur að fara að sittast niður og skrifa í túninu heima? Í túninu heima? Jú, ég fæddur 54 og nú er 2024 þetta minn árgangur verður allir 70 á þessu ári ég á aðeins eftir í það
Já. En kemur það hérna hjá skrifandi mönnum að svona þegar mér eldast að svona ég eftir að skrifa sína eigin sköpunarsögur? Hvernig varð ég til? Og af hverju er ég eins og ég er? Já, ég hugsa sko, þú veist, þessi hugsunarháttur er alveg til sko. Nú sest ég niður og rifja þetta upp og kem með mína útgáfu og eitthvað svona. Þetta eru sköpunarsögur sem að rithöfundar gera oft. Hvernig varð þetta fyrirbrigði sem er ég til? En ég held samt sko að margt af þessu gerir maður svona svolítið á leiðinni sko. Þú veist eins og sko, þú veist maður hefur notað þætti úr sínu eins og barnæskuna í fyrstu sögunum, Riddarinn hringstigans og Vængjasláttur í þakrennum og þeim og Bítlaávarpinu seinna og hérna það maður nota sko og svo hef ég sko farið í eins og notað sögu hérna í föðurættinni sko í Fótspor á himnum, Draumar á jörðu, Nafnlausir vegir sko og svo nota maður eins og til dæmis sko það sem náttúrulega hefur haft mikil áhrif á mig og mína kynslóð kannski þannig að þessi sko þjóðfélagsólga sem hefur fyllt tímunum sko þá er það Þú nú einn helsti sko guðspjallamaðurinn í þeirri hérna því guðspjalli hérna þinni stórkostlugu straumhvörf á 7. áratugnum þar sem maður mætti saman borg og sveit og íslensk menning og útlensk menning. Já, já sko en svo líka þú veist eins og í Rauðir dagar sko hérna uppreisnirnar og svo eins og passamyndir að vera til í þessum heimi sko þessum heimi sko breytinga það sem að við erum að taka afstöðu, finna ástina og allt þetta sko og þannig að þetta er svolítið svona meðmanni en já, þú talar 7. áratuginn þá er það nú meira sko langmest þessar fyrstu sögur og auðvitað er maður náttúrulega svona heillaður af þeim tímum sko þannig lagað sko maður er ég notaði í sögunum eins og Riddarunum og Vængjasláttinum, Eftirmála regndropann og Bítlaávarpinu og þeim og svo ég náttúrulega skrifa fullt af smásögum tengdum þessu og svo má tala þegar við Friðrik unnum saman kvikmyndahandrit í bíódagar, það er partur af svo í Englunum er þessi saga svolítið svona með skilurum og hérna þá tala ég í fyrstu sögunum sko, þá tala ég hverfið og hverfið er sko, þú veist þetta sem við köllum Vogahverfið, en það er í rauninni miklu stærra, þú veist, ég er svona smíða þetta svolítið í huganum, þetta er svona borg, hvað ég var að segja, svona eftirstríðsárana. Samt eru líka svona mörk á sveit og borg þar og það er svona ströngur að við nefndir áðan. Já, það held ég eitthvað meira bara sem þú hefur fengið í hausinn, sko, en það var sko eins og til þess... Nýji tíminn er að velta yfir gamlan tíma. Já, eða sko til dæmis mamma, hún var fædd 1928 og hún bjó þarna í Sólheimum, þarna, þetta er Urðir, þá var það bara bær og Hálogaland sem var bær og svo í stríðinu byggðu þeir stóra braggan sem var svona íþróttamiðstöðin og já, og þetta hafði bara verið sko svona einmitt svona sveit sko, afi var þarna með búskap og Þannig þetta er ekki bara í haustum á mér? Nei, þetta er í veruleikanum sko, þetta er svona, þetta er þessi veruleiki en svona, sko, já, að þarna en ég hef í sjálfu sér heldur samt ekkert fjallað mikið nákvæmlega þessa episódu og hérna
og síðan skilur þegar við síðan er það þóttið merkileg staðurinn sko innan í öllum húsunum þegar þetta fer að rísa sko að þá búum við þarna rétt hjá sko og þá er þetta alveg svona bara borgarhverfi skilur og hérna en það er dálítið saga sem ég líka notaði í íslenskum kóngum sko með að amma sko þau flytja svo 1940 á Rauðarárstíg sem er þá bara úthverfi sko, það sem er í miðbænum núna og amma, það fyrsta sem hún mundi eftir þar var hérna að þetta var 1940 og þá voru hernámsliðið Bretar að koma og hérna hún hélt að hérna spurði sko hvort að hérna skátarnir væru gengnir af göflunum og hérna svona mér finnst þetta svona góður vinkill á þetta sem var að gerast sko og hérna já þannig já sko já það er líka alveg rétt hjá þér sko að þannig mætast svona ákveðnir heimar sko og þetta hverfi var náttúrulega sko kannski svona fyrst sko þetta svona austurbærin að byggjast sko og þá hafðu þessa andstæðu svolítið austurbær, vesturbær og hérna síðan var þetta náttúrulega allur þessi fjöldi af krökkum sem kemur að stóri systkinahópar ennþá já og var talað þegar mest var til dæmis í Vogaskóla þá hafi verið 2000 nemendur og skólinn bara brot af þessum byggingum sem þarna eru núna sko þríseti skóli já en þá er þetta bara 1% af þjóðinni skilurðu þú veist krakkarnir 2000 krakkar þá er alltaf sagt að Íslendingar væru 200.000 og hérna og það ég sko þannig að sko ég horfi nú alltaf líka á þetta þannig sko að þetta var náttúrulega þessi tími ég held að það hafi verið í svona hverjum árgangi eins og í mínum árgangi þá voru held ég 7 bekkir og þetta var svona einhver gæðaskipting búin til og þarna sko þegar maður hefur horfið svo tilbaka sko maður náttúrulega er bara í augnablikinu þegar maður er þarna á svæðinu ungur sko að þá sá maður svolítið hvernig samfélagið og allt þetta speglaðist í þessu sko og ég held að svo varð til dálítið svona sko að því þetta er á þessum tíma þegar samfélagið sko lýðveldið er bara til dæmis sem sé 10 ára þegar ég fæðist og það er Óli Bjartsýni í sambandi við að vera frjáls þjóð og hérna við áttum að vera einhverju svona súper Íslendingar og gæti búið til gott samfélag já eða sko og samfélagið sko hafði þessa trú að það væri opaslegur jöfnuður en það var sko síðan voru sko kannski eins og maður sagt sko síðan blasti hvort við öðru sko bæjarblokkirnar í Gnóðavoginum og Laugarásinn sko sem kallað var Snobbhill sko þannig að það var ansi margt þarna á seiði sko en það einhvern tíma var ég að reyna að skilja þetta muninn á því þegar þú ert nú eldri en ég aðeins en ég reiknaði út þegar ég við getum bara tekið dæmi af í Riddarahring stigans að þegar þeir krakkar fara út á götu þá eru minni með að hafa verið sko 36% landsmanna verið börn í dag þegar barn fer út þá er þessi 17% nákvæmlega þannig að það var til ung veröld sem að sko börnin voru svo mörg að það voru alls konar félög og þú veist það var bara þau stóðu undir því að vera eiginlega með sjálfstæða veröld sem að maður gekk inn í sem ég held að bara sé ekki í dag sko. Þú getur sagt barnið að fara út að leika það fer bara út í ykkur eyðimörk sko meðan við þann heim sem að við fórum út í sko. Það er oft talað sko svona og gerðar einhverjar rannsóknir sko þá var þessi heimur þarna náttúrulega
Og sérstaklega í Vogahverfinu, það sem eru sko fjóraldarakynslóðin flytur, ungar fjölskyldur, ennþá systkinahóparnir stórir, þannig að þetta hefur verið sko miklu ýktara heldur ég var að lýsa núna, það sem var í Vogahverfinu. Og það var... Helmingurinn voru börn. Já, og það talaði þetta sko persónulega frelsi og þá heldur eitt annað sem kannski mikilvægt, það heldur ekki búið að finna upp allar stofnanir svona passabörnin og það voru ekki komin heldur svona leikskólar svona skipulagðir, það var eitthvað sem heitir Róló og bókasafn kom hann upp og bókasafnið og síðan höfðum við einhvern veginn það sem að húsasmiðjana þetta er í dag og höfnin og all mannvirki sem er komin, þetta var allt bara opið og það er nú oft talað, það minnast þess múa margir að hafa geta verið að í slipnum, í skipunum og þarna urðu menn náttúrulega svona vitni að ýmsu og já, þessi heimur svo var annar heimur sem var sá að fara niður í bæ og þar var líka þetta svolítið element sem þú ert að lýsa ég skrifaði nú einhverja essay þetta þá vorum við einmitt að selja blöð og svona eins og í bænum og fyrir utan að fara í bíó og þekkja bæinn svona alveg það var voða gaman fannst mér til dæmis að fara í strætó og foreldrar mínir þau voru alveg hissa hvað ég þekkti göturnar og það heldur ég vel að ég hefði verið vegamálastjóri í fyrra lífi og já og hefur verið talað þetta að maður minnist þess þegar maður var eins og selja blöðin fórst ofan í skipin og inn á alls konar staði og það var ekki þessi ótti náttúrulega að það var eitthvað að koma fyrir mann skilur og maður sótti í að eins og í hverfinu að fara inn á einhver verkstæði og tala við kalla eins og sagt var og kerlingar. Það sem var verið að byggja eins og kemur fram í held í bókinni þinni, það voru leikvellir á kvöldin. Já, þetta voru húsin voru og þetta var náttúrulega bannað en það var rosalega freistandi og rittararnir fjalla náttúrulega svolítið þetta frelsi sem hún tekur þér en sem rekst síðan á veggi veruleikans. En að þetta eru kynslóðir og það er svona í þinni kynslóð. Þá er svolítið mörg ykkar eru að fjalla kynslóðina og sem er velta fyrir sig að þetta er náttúrulega margt sem að klassar hana saman. Það er náttúrulega þessi stóru systkinahópar og fjöldi barna þar sem að fólk er svolítið að koma utan úr bænum, margir af þeim sem að búa á höfuðborgarsvæðinu eru fólk sem eru að flytja bara í bæinn bara fyrir stuttu síðan og þá það gerist yfirleitt þannig að það eru mörg börn í sveitum en fá börn í borgum og þetta tekur svona 1-2 kynslóðir að fara úr 10 systkinahópi niður í 4 og niður í 1 eða 2. Það er þarna, þannig að það eru aldrei áður og hvorki fyrr né áður og jafn mikið að börnum í borgarumhverfi, það er bara þannig. Síðan er þetta náttúrulega veröld það sem verður til í heiminum svona ungmennamenning sem að kemur Bítlunum og margir sem hefur sittið þarna verið að bara fjalla það fyrst er heyra þá músík að þarna er list fyrir mig í minni stöðu að ég þarf ekki að verða eins og foreldrar mínir heldur getum við búið til okkar eigin farveg. Svo er það þetta með mörk borgar og sveitar sem að ég var að reyna að tróða upp á þig en sem að mér upplifa samt alltaf hvort sem það er sveitin eða hvort það sé að borgin sé að vella eða stækka og hún er að taka eitthvað annað land Jú. Og svo er þetta náttúrulega kemur svo kannski aðeins seinna sem er þá svona 68 sem eru róttækari hugmyndur uppbyggingu samfélagsins, kvennahreyfingin og svona opnun hugans og stærri heimur
Og einhver leiti mætti maður gæti maður haldið fram, þetta var raunverulega ákveðin svona töfra stund. Að þú ert alveg fáránlega heppinn að hafa fæðst akkurat þarna. Já, mörgu leiti sko, þannig ég meina maður geti held ég ekki hafa fæðst á öðrum tíma á annar staðar og verið gengið í gegnum það sama sko, að þarna sko við vorum að sko það er annað með þetta sko hverfi sko að því svo þegar ég er sko unglingur svona 14 ára þá flyt ég upp í Breiðholtið og þá er ég er svona landnemi á þessum tveimur í þessum tveimur hverfum. Fórstu hvert í Breiðholtið fórstu? Við mamma byggðu þarna í stekkju og þá var bara til Breiðholt 1 sko bakkarnir og ég sko en þetta með vogahverfið sko að þarna og fjöldan af krökkunum að sko þegar sko Breiðholti byggist síðan að þá eru sko skólunum það eru byggð miklu fleiri skólar sko ég held að þeir hafi verið sko það var eins og þetta væri svolítið krítískt ástand sem gat skapast í svona stórum skóla. Það var að vísu sko Langholtsskóli og Laugalækjarskóli og svona en Vogaskóli var einhvern veginn svona ofstór, það kom upp svona sko svona ég hálfgerðar svona uppreisnir og svona það sem að þannig að það var farið að huga að og svo þegar þú horfir sko tilbaka þá sástu að það fylgdi svolítið svona stéttamynstrinn í samfélaginu hvernig hafði verið skipt í bekki þetta með slökubekkina, millibekkina og svo góðu bekkina og þannig að þarna var sko en það voru einhvern megin af því að þetta svona maður auðvitað svona lítill en svo sko og þetta er allt svona að vaksa upp og maður er bara þarna á svæðinu en svo þegar maður kemur sko í Breiðholti þá er það líka allt annar heimur sko þá er þjóðfélagsástandið að það er verið sko það er til dæmis verið að svona lélegt húsnæði í miðbænum sko fólk er að flytja þaðan og upp í blokkirnar í bökkunum og útrýma Braggahverfunum og þannig að þá kemur maður svona aldrei svona inn í svolítið líka svona nýjan heim sko sem þarna var og þarna þá er svona komið árið 1960 það er einmitt 68 sem ég flytti í Breiðholtið og þarna fer maður að sko það var eitthvað millibilst ástand sem við byggum á í Háaleitiskerfinu bara í einhverju húsi sem stóð þarna fyrir utan skýrsluvélar sko bara eitt og sér og ég man einmitt að systir mín sem er sko hún er 8 árum yngri og hún átti sko vini í blokkinni og þá voru sko svo voru þeirra allt í einu horni þá voru fjölskyldurnar fluttar sko til Ástralíu og sko og ég man alltaf þegar maður var þarna stóð á tröppum og horfði út á Kringlumýrabraut þá voru þessar mótmælagöngur svona mjög stórar það voru svona óbásleg svona átök á vinnumarkaði og svo voru all þessi uppþótt í bænum eins og Þorláksmessuslagurinn og svona og síðan náttúrulega síðan er þetta náttúrulega þú veist það sem að Maí 68 í París og svo Prag og þannig að það er ansi mikið af svona áhrifum sem menn verða fyrir og þegar maður komin upp í Breiðholt sko hérna að þá er bara kynnismaður svona róttaklingum sko sem eru fólk sem er að fara í æskulýðsfylkingun og svona skilurðu þá ertu líka orðin eldri já, þá er maður orðin eldri sko og en það hafði náttúrulega rosalega mikil áhrif á það sko hvernig maður horfði tilbaka sko þegar maður fór að þannig og það var sko og æskulýðsfylkingin sem hét þá fylkingin á þessum tíma hún var alveg ótrúlegur sko suðupottur það var bæði sko af því þetta var sko svo við setjum þetta í sögulegt samhengi þá er náttúrulega æskulýðsfylkingin fyrst upphaflega sko einhver æskulýðssamtök sósíalistaflokksins og svo er þetta þarna í Tjarnargötu 20 sem að sósíalistaflokkurinn átti þetta hús
Sigfúsarsjóður sem ég held að sé nú til enn, kenndur við Sigfús Sigurhjartarson sem var einmitt ömmubróðir minn og en sko þarna í kringum 68 út af líka sko gagnrýninni á innrásina í Tékkóslóvakíu og svona og fleira þá verður það þetta klofnar frá sko það verður þá fyrir Alþýðubandalagið að vera til síðan verður til einhver lítil svona fraksjón sem var kallað sósíalistaflokkurinn eða félagið sósíalistafélag já og svo það sko fylkingin sem breytist í svona sko fer að drekka í sig öll þessi nútíma áhrif sko svona aðgerðahyggju sko í gegnum mótmæli gegn hernum og Víetnamstríðinu og því og þá koma líka alls konar svona element inn í sko sem svona frá hipparhreyfingunni og frá alls konar listum sko, það var mikið að listamönnum líka, bæði sko var svona líka einhver andófsarmur úr verkalýðshreyfingunni þarna, svo var líka sko mikið höfðu sko listamenn mikið svona respekt fyrir þessu, það var þarna vaskahús þegar þetta var flutt á Laugaveg 53 Bakhúsið og þar voru haldnar myndlistasýningar og þar voru þeir allir með verk svona eins og Dagur Sigurðarson, Alfred Flóki sko Magnús Pálsson og þessum Þannig er þetta komin kannski til svona 73 eða eitthvað svona. Þetta svona upp úr 70 sko og þarna og þegar við til dæmis þegar við göngum þarna í þetta og við fórum nú saman þarna vinnirnir Steingrímur Eyfjörð og þá lentum við svona í hóp sko sem að Róska hún svona ól okkur svolítið upp sko hún kemur svolítið með þennan heim sko frá Ítalíu Hvað ertu gamall þú ferði í fylkinguna? Ég líklega svona 16 ára Já Og það tónabíófundurinn það sem að verður klopningur hann á milli, hann hvað 69? Já, en það fyrir sko, ég kom 71 Þannig að fylkingin orðin sjálfstæð? Já, hún orðin sjálfstæð sko, en það var sko, já, talandi sagnalist sko, þar voru náttúrulega voða margir að segja sögur af þessum tímum, hvað hafði gerst einmitt á þessum tónabíófundi og öllu því sko. Og já Þú sagðir ekki, þegar ég var ungur maður, þá sagði þú einu sinni við mig, við, sem þá fólk sem á þínu reki, við komum á seint í tíma, bönguðum okkur var hleypt inn og aftur við sko 68. En þið komuð og seint inn og bönguð var ekki hleypt inn. Það var það munurinn á þessum árum sem sko því að kannski stundum hefur maður sagt sko 68 var eftir 73 á Íslandi því það kemur svona aðeins seinna allt saman og það svona þessi róttækni á ekki kannski blómatíman 68 á Íslandi heldur frekar svona eftir 70 og þá var þetta líklega svona hugmyndum að þið sem eru fædd 54 að þið takið og þetta mótar ykkar uppvöxt á meðan að ég aðeins yngri og við erum eiginlega, ég svona, allir ég sé ekki svona eldri hluti punkkynslóðarinnar og til ekkert þessu 68 sko, þótt að ég hafi verið alin upp með þessar góðsagnir. Og við erum nú sjálfur sko, ef þú segir 73 sko, einmitt þarna sko maður fermist nú þetta ára 68 sko þú veist þannig að þetta nú tíminn náttúrulega voða mikið á reiki sko líka skilur fyrir hverju verður þú sko fyrir hvað áhrifin verður sko það voru náttúrulega líka voða margir sem það var náttúrulega mjög mikið á þessum árum sko talað sko þögla meiri hlutan sko fólk sem tók ekki afstöðu svo komast við þarna svo voru náttúrulega skilur heimdellingar og svona stórir hópar sem sko þannig ég sko þessi hópur upplifði sig alltaf dálítið í svona minnihluta sko og upplifði að veri bara fylgst með sér það var myndir af fólki þegar voru í mótmælagöngum já þannig að þau voru bara undir eftirliti yfirvalda jú og það hefur komið líka í ljós eitthvað sko að það var fylgst kannski meira með
en menn grunaði sko. Það voru meira en stjórnum máttu. Já, ég heyri til dæmis sögu það voru einhverjir svona ungir menn sko, þeir voru það var einhver Ameríkani sko, hann bauð þeim bara sko svona einhver hálfgerður hippi svona í útliti sko, bauð þeim svona að drekka með sér og svo fóru þeir að segja lést hafa mikinn áhuga á þessu sko og svo kom bara í ljós að þetta var eitthvað frá sendiráðinu svipað og bresku löggurnar sem að fóru hérna í Kárahnjúka og þú veist sko þannig að það er ekkert nýtt. Það er ekkert nýtt sko. Herðu, en áður við förum yfir í hérna fylkinguna og hérna skemmtilega 8. áratug, vilda vinstrið. Förum hérna í æskuna og segðu mér frá hérna þínu fólki. Segðu mér frá pappaðinum. Mínu fólki, já, pabbi og mamma, já, þau eru pabbi minn Guðmundur Guðmundsson og mamma mín heitir Anna Pálmadóttir. Þau eru bæði byrjum bara á pappa, hann var fæddur sem sé í Reykjavík 22 en og hans systkini þau eru tekin svona í fóstur sko, þau var svona fátæktinn og svo var líka óregla og afa sko, hann var sjómaður og þótti alveg úrvar sjómaður og þau byggu á hann ónýttur í landi eða? Svo var hann, já, svo bara sem sé, svo kom náttúrulega kannski líka eitthvað svona erfiðleikar atvinnu, en svo líka sigraði Bakkus hann, sko, og það var dálítið svona, og þess vegna það var talin svona, því að það var talin ástæðan fyrir því að sem sé að fjölskyldan leist upp að hann ég held að hann heiti Samuel fátækrafulltrúi í Reykjavíkur sem birtist þarna og ég náttúrulega kannaði þessa sögu mjög vel þegar ég var að skrifa Fótspor á himnum og þær bækur Draum á jörðu, Nafnlausa vegi og hafði mikinn áhuga á þessari sögu fekk mikinn áhuga á henni hún náttúrulega sveif svolítið yfir vötnum svona í æskunni sko en pabbi bara sko 5 ára þegar hann fer í Grímsnesið á Þórisstaði. Fjölskyldan listu upp og börnin sko hafa meira sig að þannig að voru í misgóða vist kannski. Já og það var nefnilega dálítið kveikjan að því að skrifa sko svona, þegar ég fór að hugsa út í þetta sko hvernig skáldsagan sko getur hort á söguna þú veist svolítið án alhæfinga sko að þau fengu einmitt eins og þú segir sko misjafna vist sko eins og pabbi lenti líklega hjá fátækasta bóndanum en jafnvel þeim sko sem var mjög góður við hann sko svo var til dæmis annar föðurbróðir minn hann lenti í því að sko það voru krakkar á hans aldri hann er eitthvað 7 ára sko og þau eru að fara í skólan og hann heldur að nei að fara með þeim en þá var hún sagt að nei þú mátt ekki að vera í skóla þú ert bara að vinna svo var eitt sem var svona eiginlega bara alveg svona ættleitur og þar hafði komið upp sko að bóndinn hafði haldið fram hjá konunni sinni og átti barn með annarri konu þannig að konan hans talaði ekki við hann og föðurbróðir hann sagðist að það var svona túlkur þeirra á milli en sá reyndist honum mjög vel og svona geti ég haldið áfram en það var til þess annar föðurbróðir minn hann Gísli Guðmundsson Gísli Lögga kallum við hann var sérfræðingur líka í Kína og mjög fróðleiksfús og klár maður og hann var þarna á bæ ekki langt frá pappa og einhvern tímann sögðu krakkarnir honum sko að pabbi bróðirliðin er þarna út í garði þarna þegar krakkarnir eru að leika þarna það var hjá kirkjunni í Mosfelli og þá vissi hann þá þekktust systkinin ekki sko og sama svo var systir sem fekk berkla dó ung þannig að þetta voru miklar svona örlagasögur
tengdar sko föðurfjölskyldunni og það brotna fjölskyldan já, hún var nefnilega ekki samt brotnar en svo að hún sameinaðist aftur sko svona 1940 sko þegar svona aðeins fyrir stríð sko og amma bjó þá á Laugaveginum, hafði búið á Ljósvallagötu og síðan flytti hún á Leifsgötu, hún sagði allar götu byrjuð á L sem hún bjó við og hún var mjög trúuð sko í Hvítasunnuðsöfnuðinum en kaus kommunistaflokkinn og það er nú sjálfgeft já, það var svolítið sjálfgeft sko og hún sagði alltaf sko, hafði þetta sko fólk verður leiðinlegt ef það trúir ekki á neitt skemmtilegt, sagði hún, var hennar svona motto sko og einhvern veginn sko hvað sem mönnum finnst Guð og trúna, það var eitthvað samt svona guðlegt við hvernig þessi fjölskylda svo sameinaðist og þeir hugsuðu óbáslega vel mömmu sína. Faðirinn, hann var löngu hann dó 1929 sko. Ef ég man rétt. Þegar fjölskyldur lendi í svona áfalli þá stundum á merkja að það erfist eitthvað í svona áfram. Ég meina, þetta í minni sögu amma mín dó að Bassfurðu þegar mamma var 2 ára og það var systkinahópurinn sem held ég að vera 9 á lífi dreift víða í mjög misjörna vist. Mamma var mjög heppin og var ættleidd af móðursystur sinni og talar alltaf það sem eiginlega sko gæfu síns lífs. Meðal annars vegna þess að systkini fóru einmitt svona misjörna vist og það var líka að saga það að svona eldri systurnar náðu systrunum saman seinna meir og stofnuðu heimili bara kornungar eða bara á barsaldri líka við og náðu svona saman. En svo sérðu maður að í sko ættasögunni að þessi áföll að einhver leyti erfast. Það svona fólk á svona hrakhólum og ungt að reyna að bjarga sér og svona eitthvað svona festa hafi leyst upp en svo kannski þetta búið að læknast í þarnæstu kynslóð og eitthvað fleira. Var eitthvað svoleiðis ef þú horfir yfir ættina? Því það mikið áfall fyrir sko 5 ára og 7 ára að bara fjölskyldan leyst upp og þeir bara dreift út kaupin og kappin sko. Já, þetta fylgdi þetta fylgdi eins og pabba sko að óbáslega sterkar minningar þetta sko því að ég fann það líka hjá sko það var mjög þegar ég talaði við sko systkinin að ég náði að svona skráta alltaf eftir þeim og þá var þetta mjög sterkt í þeim sko og en það var sko þau náttúrulega fæðast sko og þeir að því ég var að segja sko til dæmis eins og með skólagönguna sem var mjög lítil hjá þeim flestum föðursystkinum en pabbi orðaði þetta þannig sko ég var óvirkjaður fossaðan sko að því þeir vissu það að þau voru innst inni svona svolítið klár sko og þeir voru það var óbáslega sko að þetta ætti ekki að koma fyrir þessi saga ætti ekki að endurtaka sig þannig að ég hafði líka heyrt sko þó að sko til dæmis sko menn tali eins og alkohólismi erfist sko og geri það eflaust að einhverju leyti sko að þá heyrði ég einhvern tímann Þórarinn Tyrfingsson halda fyrirlestur að það gæti orðið svo mikið sjokk að það kæmi ekki fram í næstu kynslóð þannig að þó að til dæmis sko það kæmi löngu seinna sko eftir að mamma var dáin og svona þá kæmi svona upp áfengisvandamál hjá pappa mínum að þá var þetta sko svakalegt sko dæmi að sem sé komast áfram sjá fyrir fjölskyldunni og þeir urðu eiginlega allir ekki að verða eins og faðir sinn þeir urðu eiginlega allir sko náðu því að verða sko leigubílstjórar og
pabbi sko hann var líka á sjónum, hann var á skipinu sko Max Pemberton og og þá síðan þegar hann kom í land þá fékk hann að keyra hjá, það var einhver maður sem reddaði honum bíl og í eitt skiptið þá er hann að keyra svona út á næturlífinu og stýrimaðurinn er farþegi og hann er sonur skipstjórans og hann spyr pappa sko hvort hann langi, pappi segir hann sko að langi að keyra og pappi hafði möguleika á þessu þá að keyra áfram, hafa bílinn og hann fer með hann til föður síns skipstjórans og hann gefur pappa frí en það er ástæðan fyrir því annars sæti ég ekki hér því að Max Pemberton hvarf með manni og mús en pappi sem sé sko eignaðist og það er alveg hægt að skrifa alveg heila sögu sem væri svona bílasaga pappa og hann var þannig líka sagnamaður að það var einhver tíman það var sko 1990 og eitthvað að þá gerðist það eitthvað sko með að það var sem sé ofbeldi, leigubílstjóri beittur ofbeldi og það var komið upp einhver svona mál og þá ákvað einhver blaðamaður, þá hringdi hann í pappa af því hann var svona svolítið svona þekktur bílstjóri og hann hafði líka átt í stríðinu hafði ennþá hjá honum bíl sem var með skotheldum klefa, Packard sem voru fluttir inn sem einhver hann gat keypt hann sko þá fengu bara læknar og stjórnmálamenn bíla skilur þetta var en hann var læknir sem seldi honum bílinn og svo svo er pappi að segja sko söguna af því að hann var í búri í bílnum og þess vegna bílstjórinn í skotheldabúrinu já, þannig var bara bílinn innréttaður og þannig að blaðamaðurinn vildi fá að vita eitthvað þetta og hvað korta og pappi hafði enga sérstaka reynslu hann hafði einhvern tímann sko hann hafði tvær svona sögur að hefði verið ráðist á hann, það var einhvern tímann einhverju fulli menn sem vildu sem tók hann hálstæki og sagði að þeir vildu fá konur og þá sagði þið getið ekki fengið konur ef þið drepið mig og sagðist myndi keyra á þangað sem konurna voru en keyrði þá svo bara nær á lögreglustöð sko og svo fór þetta þannig leystust þau mál sko en sko það merkilega líka í þessari sögu var sko og hann segir alla þessa sögu og sko og segir svo að þetta voru oft sko þegar hann kom upp svona einhver mál sem að leigubílstjórar þurftu að eiga eitthvað við lögregluna að þá sá hann að þetta voru mjög oft sömu bílstjórarnir sem lendi út í stöðum við farþega þannig að hann sagði að sumir ættu kannski alltaf að vera í búri en nema hvað að þetta er mjög skemmtilegur sko þetta var heila alveg opna og skemmtilegur texti sko og svo sko hringi blaðamaðurinn í pappa og vill lesa þetta fyrir hann þá hafði hann ekki haft hugmynd að hann væri í viðtali sko heldur þá og sem sýnir sko þetta með sagnalistina sko hvað hún er líka sko inngróin þú veist þetta er svona þessi bara sko menn tala nánast eins og sko þetta er svona lifandi bók og og já en við vorum að tala sem sé já og þeir sko þessi bræður sko þeir stóðu alltaf voða mikið saman sko og það var einn þeirra Vilhjálmur Guðmundsson Villi sleggja, hann var Íslandsmeistari í sleggjukasti hann var svona sko ég segi í sögunni sko
ef við værum indjánar þá var hann indjánahöfðinginn sko. Þeir leituðu ráða hjá, Villi var mjög ráðagóður og og það þurfti til dæmis að var einn bróðirinn sem þurfti sko, þeir þurftu sko enduð á af því hann nú þeirra nafntogaðstur Bjössi Spánafari sem fór í borgarastríðið á Spáni að hann náttúrulega fekk hann bæði særðist hann í stríðinu og svo var erfitt sko svo fekk hann ekki vinnu út af skoðunum sínum og var oft og líka stundum það sem hann var að vinna sko þá gerði hann einhverja þá urðu verkfall og hann þótti svo mikill svona sko sögumaður að eftir að hann var orðinn sko leigubílstjóri sko þá neituðu menn stundum að fara í túrana af því að Bjössi var að klára söguna og þeir sem sé til dæmis unnu markvisst að því að hann kæmist yrði bílstjóri sko og það átti svona voða vel við þá sko eins og pappa þetta með að vera sko þú veist yfirleitt til dæmis eins og í Skandinavíu eru leigubílstjórar þeir eru svona vognmenn sko vinna fyrir aðra en þetta var svona sjálfstæð stétt hérna sko þannig svona millistétt sko í raunar sko að menn gátu komist ágætlega áfram. Þú segir að þeir hafi eiginlega allir verið svona sögumenn en þeir eru aldrei upp hér og þar þannig að hvaðan fá þeir sögumenn sko? Já, það er góð spurning nefnilega, það er góð spurning sko. Ég tók eftir því, ég fekk óbærslegan áhuga á þessu sko þegar ég var að vinna þessar bækur sko hvaðan kemur einmitt sagnalistin hver segir sögurnar já og sko hvernig kemur þetta svona upp úr sko þjóðardjúpinu sko eða mannhafinu getum við sagt að sko því að oft tók ég eftir sko af því að menn tjáðu sig bara eins og háþróaðir rithöfundar og svona og þannig og það er náttúrulega einmitt það úr þessum ranni sem ritlistin er komin sko. Sagan er til á undan sko stafrófinu. Já, hún er sko og síðan er þessi sem sé tækni og svona sem bókmenntirnar eru að fá þetta upp á eitthvað ákveðið plan sko og svo úrkynnist það þar og þá verður að fara aftur í sagnadjúpið en á endurnýjun og það er svolítið mér hefur alltaf fundist það svolítið sérstakt með sko okkar bókmenntir sko að þær eru sko af því að skáldsagan skilur sem er rúmlega 200 ára gömul svona ef þú miðar við upphaf ensku skáldsögunar Dickens og þá tíma þá að hún er svona upphaflega sko fylgir sko borgaralega samfélaginu er oftast svona skáldsagan verður til sko þegar einstaklingurinn fæðist svona sem hugtak og þá fara menn að reyna að ná utanum sögu þessa einstaklings og þessir fyrstu höfundar þeir að móta eða hugmyndur okkur hvað er að vera einstaklingur eins og Dostojevski og það er bara algjörlega en síðan verður þetta sko eins og þú veist þegar þetta kemur hjá okkur þegar skáldsagan nær svona ákveðnu hámarki sko með Laxness og kannski Gunnar Gunnarsinni og fleirum sko en sko að þá stendur skáldsagan svo nálægt sko svona alþýðleikanum já út af sagnamennskunni sko þetta er svolítið merkilegt og kannski ástæðan fyrir því að við erum með það er talað þessa bókmenntahefð og það eru tiltölulega kannski fleiri höfundar hér miðað við höfðatölu og allt það sko. Ég meina kenningu í þessu sem að var til þegar ég hefði verið að ferðast í Skotlandi þar sem að ég bráttaði mig ekki á því hvað var að samfélaginu fyrir en að við tókum ferjuna yfir til Írlands
og bara á ferjunni að þá allt í einu sá maður öll börnin. Já. Og því að ég var að ferðast skosku eyjarnar og hálendin og það bara svona hrörnandi mannlíf, það sem bara eldra fólk og þeir sem að flytja þangað eru fólk oft á eftirlaunaldri og öðru slíku. En ég bara kveikti ekki á þessu fyrir en að ég tók ferjuna og sá hvað vantaði í Skotlandi, það voru börnin. Það voru börnin, já. Og þannig að þetta gaf svona tónin á því hvað maður var að hugsa þegar maður fer yfir til Írlands. Og ég var að ferðast þarna með syni mínum. Já. Og við gerðum það stundum svona sátu kannski á veitingastað og var stórt borð við hliðina á okkur og hlustuðum bara á fólkið að tala. Og það var svo ótrúleg sagnamennska sem við heyrðum bara frá venjulegu fólki og líka bara hvernig fólk talaði, það var hverjum gefið bara færi á að segja sína sögu og þá mótaðist þessi kenning að sagnamennska eflist í stórum systkinahópum. Því að ef það eru margir við kvölduraborðið, þá er eins gott fyrir því að segja eitthvað áhugavert sko, því annars bara nærðu ekki orðinu. Og ef þú ert einkabarn, það sem tvo foreldra sem finnst allt frábært sem þú segir, að það er ekki góð æfing fyrir sagnamennsku. Nei, það verður að vera svolítið, það verður að vera svolítið svona að þú þarft að brjótast með söguna þinni í gegn einhvern múr. Og þess vegna held ég að Írar sem eru ennþá, eða kannski ekki lengur kannski, en voru risastóri systkinahópar, þess vegna eru þeir svona ótrúlega góði sagnamenn. Og það er eiginlega hægt að alveg svo, þú getur verið á Ítalíu og það er allstað góðu matur, þú getur fengið gott kaffi á bensínstöð. Á Írlandi getur þú bara stoppað hvernig sem út á götu og þú færð góða sögu, það er bara með ólíkindum. Með ólíkindum. Algjörlega. Og miklu meiri sagnamenn heldur við. Jú, sko, saga er auðvitað eitthvað sem að sko einhverju myndu segja líka sko eitthvað sem býr í öllum sko leið til að þú þarft að æfa þig sko. Já og einmitt þetta verður einmitt eins og þetta er góð kenning hjá þér sko að þetta verður til svolítið í svona að þú þurfir að hafa orðið sko. Og svo var þetta til dæmis eins og þegar við erum að tala um æskuna sko að sko ég til dæmis sko svona komst svolítið af með því að svara fyrir mig sko. Ég var ekkert sterk eða þú veist sko, það var margir sem gátu lamið mig og allt það sko og manni var líka svolítið stríkt sko, ég var svona sem ég tók ekki til mín sko, ég var svona smámeltur sagði ekki R og þess vegna ég segi það svona vel núna sko, nema hvað en ég lærði svolítið svona smá sálfræði á því sko, þeim sem tók eftir því og hini sem tók ekkert eftir því en sko ég held að einmitt þetta sko, þú veist sko þetta náttúrulega heima hjá þér sko, það sem að fólk það sem þú heyrðir líka aðra sko og þetta er líka þessi tími sem ég er alveg upp sko, það koma gestir í heimsókn miklu, þú veist það fólk var að skemmta hvort öðru. Já, það var ekki sjónvarp og svona sko, ég man svo vel eftir til dæmis sko að því hann dóð það ungur sko Bjössi Spanapari sko, ég var bara rétt orðinn róttækur sko þannig en ég man opaslega vel eftir honum sko, hann kom svo oft í heimsókn og var að sagði mikið af sögum sko og svo kunni mamma sko alla sögurnar sem hann hafi sagt sko. Og eins og með leigubílstjóra, það var það var vettvangur til þess að segja sögur og svo á sjónum og svona það voru, ég held að verið ég kynntist eins og manni Gunsa Lár sem er sonur Lalla í Pólunum sem hafi verið á síðutúrunum og eftir að hafa kynnst honum og unnið með honum var að vinna með honum í Sláturfélagi Suðurlands, þá var ég alveg sannfærður það að hann hafi fengið að vera í áhöfnunum af því að það voru svo fyndnar sögurnar sem voru að segja því hann var algjörlega lið ónýttur til allra vinnu því þetta var svo stórar áhöfnir, það voru kannski sko 35 manns eða eitthvað ég heldur hafi haldið honum bara uppi vegna þess að hann var svo fyndinn sko og stundum að því hann ætlaði að vera það en oftast bara óvart og ég held að það hafi verið sko því að ef þú ætla að halda saman áhöfn og svona það verður að hafa einhverja nokkra góða sögum en bara til þess að halda eðlilegu móral borð sko. Já, algjörlega Jú, svo er önnur hlið að þú ert að tala ef við erum að tala um svona fjölskyldurnar og lífið og áföllin og svona þarna sko síðan er kannski líka
við erum búin að tala kannski svona þessa sögulegu hlið, en svo líka kannski það sem mætti kalla tilvistarlega hliðin, svona þessi existentiala í sambandi við veikindi bróður míns, að þá uppgötvaði maður þessa setningu sem þú veist, sem Tolstói, byrjar Anna Karenina, allar hamingjusama fjölskyldur eins, en engin óhamingju, en hver óhamingju sem það með sínum hætti, og hvernig þú veist, þegar við förum að spá í svona eins og hamingju og svona lífsgæðin og gildin eins og pósentaframbjóðin sögðu, að þá var það þegar þetta og þetta var nú erfiðu tími með þegar bróðir minn fer að haga sér undarlega og verður svona skrítinn, en þá kemur einmitt upp þessi staða að fjölskyldan þarf að tala saman og fjölskyldan þarf að tala eitthvað sem kannski hún myndi undir öðrum kringumstæðum tala merkingu inn í óskiljanlega hluti. Já, og sem sé þá skapaði það held ég líka ákveðna svona ákveðna hamingju eða ákveðna dýpt í sem var svona held ég veiga mikill þáttur hjá okkur En áður að koma að bróðinum að þá verður að segja mér frá móðinni. Já, mamma, hún var eins og ég sagði fyrst mamma Anna Pálmadóttir, foreldrar hennar voru Pálmi Einarsson og Soffía Sigurhjartardóttir og þau eru fjölskyldan hans það eru sunnlendingar það er Stokkseyri, Skeiðin og svo Reykjavík þegar ég var að pæla í því þá sagði einhver sem ég hafði samband við varum Reykvíkingar aftur í Rauða Raskat það er einn leggurinn sem er alveg í ánanaustum og það en í mömmu ætt þá var afi úr Dalasýslunni og Svalbarða sem er ekki lengur til, það var ólegt kott og amma var úr Svarfaðardalnum, Soffía Sigurhjartardóttir. Sigurhjartur á Urðum, hann var Jóhannesson á Urðum, hann átti sem sé konu og gott ef ekki 6 börn og svo dó konan og svo eignaðist hann aðra konu og með henni átti hann ömmu Soffíu Sigurhjartardóttur og Sigfús Sigurhjartarson sem var þingmaður sósíalista og sem var einmitt ritstjóri Þjóðfélagsins og fjarlægur Sigfúsasjóður sem engi veit almennilega hver stýrir ekki í dag ekki í dag og sem sé meðal systkina hennar voru eins og hálfsystkini þá móðir Kristjáns Eldjárns og amma var og hún var voða mikið hún færði manni voða mikið svona náttúruna svona blómin og fuglana hún var einhvern veginn dálítið í Svarfaðardalnum og hún talaði voða mikið Svarfaðardalinn og það er alveg frábæra minningar Þú getur tekið stúlkurna úr dalnum en ekki dalinn úr stúlkunni. Já, algjörlega og hún hafði farið líka til Svíþjóðar að læra garðyrkju og svo var afi og þeir bræður úr Dölunum þeir voru ógulega fátækir en þeir voru en það hefur alltaf verið sagt dalinn, þetta svæði Haukadalinn og þarna voru þeir nú að skrifa svo mikið, þú veist, í Sturlungarni og að þeir voru það er einhver ógulegur menntaþorsti í þeim og þeir löbbuðu alla leið þarna til Akureyrar og komust einhvern veginn í skóla og einn þeirra Ólafur Einarsson hann varð læknir í Hafnarfirði, afi fór til Kaupmannahafnar og
lærið einhver sem sé landbúnaðarfræði og var háttsettur í landbúnaðarkerfinu. Og svo áttu þeir svo var Kristján, hann var rafvirki, og svo var Jósef, og hann sko, mér finnst það stórmerkilegt að koma úr svona, já, einhverju sem virtist vera ansi fátæklegt, og svo hann og hann þá bara eitthvað 24-5 ára, og þá spyrst til hans, þá hann að læra heimspeki og sálarfræði í Kaupmannahöfn. Og svo, en hann varð ekki, hann dó þar úr berklum. Og já, og mamma var sem sé dóttir Pálma og Sofíu, og þau voru þau voru mörg systkinin, og það var sagt þetta heimili á Rauðarárstígnum að þetta voru sko systkinin, það voru allir að læra, en það var mjög lítið pláss svona með við svona nútíma, og en þau náðu öll fóru öll í langskólanám. Haukur Pálmason, hann var svona yfir hann var rafmagnsverkfræðingur, og það var grasafræðingur. Sigríður Pálmadóttir, mikil tónlistar sérfræðingur, og það fóru allir í langskólanám nema mamma. Hún sagðist að fengi sér bara vinnu í bókabúð og lesið bara alla bækurnar. Og hún var síðar sko bara sem sé eins og menn segir sko, hún var húsmóðir, og svo seinna vann hún skrifstofustörf hjá Námsgagnastofnun. Og húsmæðurnar sko, mér hefur nú alltaf fundist þær vera alveg sérstakur heimur einmitt í Vogahverfinu, var þannig á 7. áratugnum, og einmitt mér fannst þær einmitt sko, ég stundum sagt þetta sko, þær björguðu svona sagnalistinni, sko, af því að þær sátu bara við eldhúsborðinu og sögðu alveg endalausar sögur. Við vaxdúkað borð og sumar reyktu og vestar voru að reyktu, drukku kaffi og töluðu, þannig að reykurinn kom svona út næstu eins og talblára. Og algjörlega sko, þetta mjög góð lýsing, og en á sama tíma var sko út í heimi sko voru haldnar stórar ráðstefnur að skáldsagan væri dauð, og það ætti ekki að segja sögu. Þetta var náttúrulega eftir stríðið sko, þegar að sko að því skáldsagan og þetta er aldrei tengt sko skynsemishyggjunni, og þegar skynsemishyggjan sko hrynur í seinni heimsstyrjöldinni, þá leysist sko sagan og allt þetta upp sko, en hún lifði auðvitað meðal fólksins sko, og ekki síst húsmæðranna sko. Og þess vegna kannski og þess vegna kannski konur svolítið svona í farabrotti sagnalistar í dag. Þannig að foreldrarnir hafa verið það sem hafa verið kallað menntað alþýðufólk. Já, þau sem sé, það var sem sé allavega mikið bókum, og þau keyptu tímarit Máls og menningar og svona sko. Og róttæk. Já, þau voru róttæk sko, það var náttúrulega mikil róttækni í eins og sko pabbi og bræður hans voru sko sósíalistar sko, en þeir sko Bjössi sko, sem var svona mjög framalega í þessum flokki sko, og mikill bara svona, við myndum segja aktívisti, að sko það gerði honum líka svo erfitt fyrir sko, að þeir voru dálítið svona sko ekki mikið að gefa sig upp. Þetta var bara þessi tími sko, hafa keyptur sko, manni var stríkt sko, hafa keyptur heima, var keyptur sko mokkinn og þjóðvílinn sko, og þú veist sko, þetta þá var bara, þú veist, svona þau voru hrakir fyrir það. Já, hrakir fyrir það sko, og svona þetta var þannig að það gæti verið hættulegt fyrir því að gefa þau upp fyrir sósíalista, því að það áttur bara erfitt uppdráttar. Já, og sko það var eitt sem sagði sko, eitt föðurfröfinn sem sagði sko, já, ég fekk ekki lóð
sko þá var einhver svona maður sem hann þekkti og hann sagði, sá var tengdur inn í kerfið og hann sagði sko þú fær enga lóðnum og gangir í sjálfstæðisflokkin og hann sagði bara, já mér var alveg sama þú ég gengi í sjálfstæðisflokkin þú veist sko, þetta var svolítið svona sko sjálfsbjarga viðleitning gekk svolítið út á að sko og þetta kom leigubílstjóra leyfi voru líka útlutuð svona sjoppuleyfi voru já en leigubílstjóra sko eins og Hreyfli sko Hreyfill var svona þótt var kalluð svona kommunistastöðin sko og þeir voru til dæmis við inngöngunni í NATO sko þá mótmæltu svona stéttarfélög og Hreyfill var eitt af þeim og þótti alltaf sko það voru kommunistar sko talað að þeir réðu Hreyfli sko Stefán Magnússon og sem sé faðir Ásmundar Stefáns og þetta voru sko já og þetta voru sko mikli menn sko pabbi var oft að segja mig frá þessum mönnum sko þetta voru oft svona einhverlega einmitt hetjur úr verkalýðshreyfingunni og svona sem höfðu og það var sagt sko það var einmitt svona svolítið á þessum tíma lotti þetta við sko leigubílstjóra sko þetta einmitt þetta að lesa bókmenntir meðan byggðu til túrum og þetta væru svona oft svona eins og menntamenn sem ekki hefðu fengið menntun ekki fengið skólagöngu sko hún sagði nú alltaf konan hans sko hann var gift Bjössa Þórunn Magnúsdóttir sem var hérna talsmaður herskálabúa og var síðust sko hún komst inn í borgarstjórn hún var svo góður talsmaður og hafði verið varamaður en svo fjall hann frá úr borgarstjórn hann Sigfús Sigurhjartarson einmitt úr hinn og þá kom hún inn í borgarstjórn og þá ætluðu þeir að því hún vakti svo mikla athygli fyrir málflutningin að þá ætluðu sko sjálfstæðismenn að láta hana fá fyrstu íbúðina í bústaðahverfinu þegar var að byggja þær en hún sagði ég hef nú bara ekki hugsað mér að sækja því að hún var sko sem síðast yfirgaf braggana og þó að hún hefði ekki viljað upphaflega sko fundist þetta mikil niðurlæging að flytja þarna en hún sagði alltaf sko hún var mjög skemmtileg og mælsk og hún sagði sko oft fólk sko eins og þú veist einhverja svona hámenntaða koma í sósíalistaflokknum hún sagði já þessi menn þetta fólk var nú ekki beint þetta var að kalla mentafólk en þetta var nú ekki beint mentað þetta fólk þetta var skólagengið Já, það munur þar á. En af hverju var þetta fólk allt sósíalistar? Það held ég að hafi nú bara komið já kannski bara frá ömmu sko eða hérna bara tímarnir sko þú veist þeir til dæmis þeir Vilhjálm Guðmundsson Villisleggja hann hélt sko Íslandsmeistaratitillinum í 15 ára þá tók Þórðursleggja við og við þekktum hann vel hann var hérna hjá reikningsstofu bankana og hérna sko þegar þessi menn er eins og bara Bjössi Spánarfari að hann var þegar hann var verið að senda hann var svo eini af systkinunum sem var erfitt svona Grettisaga er svolítið svona sko þú veist það voru sko margir óskuðunum góðra ferðar en enginn bað hann að koma aftur þannig að hann var sko stundum straukan af bæjunum stundum var hann bara sendur í burtu en hann var fílsterkur og duglegur og allt það sko en hann var svo meðvitaður hvernig farið var með hann sko og hérna og beygði sig ekki undir autoritet nei og þegar hann kemur í bæinn sko í upphafi kreppunar svona 1930 þá 16 ára að þá er þetta bara í loftinu svolítið sko þú veist bara þeir gangi í kommunistaflokkin og hann kynnist þarna alla Spánarfara alla sem var líka sko hann var hnefaleikari og hérna
og mikla sögur sagðar af honum og hann var einmitt og Villi föðurbróðir minn, hann var líka hnefaleikari en það var sagt alla og Villa að þeir tímdu ekki að berja hvern annan sko. En skal ég segja þannig að þetta lá í loftinu til að mynda þegar þeir eru aldir upp á það þarna, ég kalla það í sögunni sjómannastígin, stýrimannastígurinn bygguð þarna í einhverju kompu í kjallara sem einhverju svona leiguhákur eins og leiguhákarnir eru í dag sko, þú veist, þarna var bara þetta var síðar kartöflugeymsla það sem hann hafði verið alveg 10 manna fjölskylda og þar í grendinni bjó Þorsteinn Gíslason sem var kallaður Steini Box hann barðist fyrir lögleiðingu hnefaleika og hafði alltaf séð sko hnefaleikamótin og þetta hann var bara sem sé æsku vinur og hann þjálfaði hvað heita félag Varnar þeir þurftu að verjast verkamennir sko ég man ekki nafnið á því núna og hann þjálfaði þá og hann var kommunisti sko, þó hann væri sem sé sko skipstjórasonur og vel settur og ég spurði hann hvernig varst þú kommunisti? Þá sagði hann það var ekki neitt viti í neinu öðru þannig að þetta lá náttúrulega svolítið í svar við óréttlæti samfélagsins. Já, þetta var það sko. Það nú algengast ástæða fyrir að fólk gerist sósíalisti eða kommunisti, það svar við óréttlæti samfélagsins. Þannig að það held ég að megi bara segja að hafi legið beint við þarna sko. En móðir þín og hennar ætt, var hún svona pólitísk? Hún var, já, amma var gríðarlega, hún var sósíalisti, hún fylgdist gríðarlega vel með líka baráttunni gegn hernum, herstöðva sko, henni bauð við svona stríði og hún var svona mikil gríðarlegur friðarsinni. Afi var sko framsóknarmaður en hafði verið líka í einhverjum klofningi út úr framsóknarflokknum í bændaflokknum og ég held einhvern tímann hann fór nú ekki á þing en ég held hann hafi verið í framboði og hann var framsóknarmaður mikill sko, eða þannig og þurfti einmitt þegar Sigfús Sigurhjartarson bróðir ömmu sem sé handtekinn af Bretum þá var hann mikið í sambandi við eins og Jónas frá Hriflu og þessa menn sko sem hvað var hægt að gera í málunum. Það var að lausa. Já og já. Þannig þú ert alveg upp á rampólitísku heimili. Ekki samt að sko jú, það var pólitík sko, það var mikil pólitík sko, einhverju getu nema sko, það var samt ekkert verið að krefjast þess af okkur sko, eða þú veist ekki. Það var rætt já, maður heyrði allar þessar umræður og hlusta á fréttirnar og svo var rætt það ekki? Svo var líka kona sem hafði amma, hún var ekkert skyld okkur, hún Sigríður, hún var verkakona og hún var mjög sko, hún hafði líka átt mjög erfiða æsku sko, sætt svona harðræði í uppvextinum sem tökubarn og hún var svona mikill einstæðingur og amma var mikill vinur hennar og mjög góð við hana og þessi kona hún fylgdi fjölskyldunni og var til dæmis alltaf mikið hjá mömmu og einum bróður hennar Sigurhjörtur sem hann faðir til dæmis Pálma Sigurhjartar píanóleikara og við eigum miklar sko æskumenningar hana en það merkilega við hana var að hún var svo stæk sjálfstæðis það mátti ekki segja sko styggðar yrði á þeim tíma Bjarna Ben eldri sko og þá voru sko pabbi og afi og svona þeir voru svolítið stundum að stríða henni svona sko segja eitthvað en hún átti ekki þessi kona? Nei, hún treysti samt á
auðvaldið, það myndi... Já, hún Hún ekki mjög stjættarlæs. Ég notaði þetta í Bítlaávarpinu, hún var allt sem byrjaði á B, sko, það var sko, Bjarni Ben var hetjan, Brynjólfur Bjarnason var skurkurinn og Bítlarnir. Hún var opaslega, og það var sko, og svo var sko, en hún var dálítið sko, þetta var frábær kona sko, en hún var svolítið eins og við, sko, þegar við vorum strákarnir, við vorum að spila við hana, að þá hélt hún fram að við svindluðum. sko, hérna, þannig að hún var, sko, hún var alveg á sama level, skilurðu. Þannig að það var sko, en hún sko, en hennar einmitt sko, þetta eins og með Bjart í sumarhúsum sem sáði Jakur óvanlega, sko, hún verið mjög gott dæmi þetta sko, einmitt maður var alltaf verið að segja sögur af sko fátæku fólki, fátækum sko mönnum sem strituðu allt sitt líf á eyrinni, sko, svona bara til að koma sko krökkunum sínum áfram í skóla, og svo kostuðu þeir sko Sjálfstæðisflokkinn. Þannig að þetta eru náttúrulega bara þessar mótsagnir í samfélaginu. Þú mun að segja mér svona frá ætt og ævi foreldranna, en geturðu lýst þeim svona sem svona manneskjum eða Já, það er svona, já, þau voru bara... Ég stundu spyr ég fólk hérna þetta borð. Já. Hvort það hafi verið alið upp í ástúð, hvort það hafi upplifað að væri elskuð sem börn. Já, ég held að það verður... Án þess að það hafi nokkuð tíma verið sagt kannski. Það var ekki það var lögð áhersla á sko allt þetta sem talaður í dag, þú veist, að lesa fyrir mann, og svo fór maður einmitt sko í tímakennslu hjá eins og þið held ég bræðurnir hjá Árelíusi og... Nei, við komum seinna já. Ég fór í tímakennslu í Seltjarnarnesi. Já, og svo var eins og svona, þú veist, sko tengdist menn pólík eins og í KFUM og svona, það var bara ýmislegt svona í boði, sko, og það var vel séð þig, ég er að spyrja hvort að... Já, algjörlega. Ég er að spyrja hvort að þú... Já, það var vel séð okkur, sko, pappi, sko, og það var þetta í honum, sko, þú veist, að sko, hvað hann hafði upplifað, sko. Þú veist, sko, og þannig til dæmis sko, þegar að sko bróðir minn Pálmi heitinn, þegar hann sko, þannig þegar við sko, þannig koma Bítlarnir og allir þessi tónlist, sko, Pálmi byrjaði alveg, sko, þú veist, bara í Shadows og Elvis, sko, þannig, og ég naut þess að hlusta á þetta, sko, hann byrjaði strax, sko, að spila á trommur. Og svo fær hann að vera pappi hefði, sem sé við byggum í Goðheimunum þarna og það var bílskúr og trommusetti var út í bílskúr, og hann keypti einmitt af hérna trommusett, sko, hann átti fyrst eitthvað mjög lítið og frumstætt trommusett, svo keypti hann trommusett af Gunnari Jökli. Gunnar Jökull bjó í næstu götu og það var rosalegi karakterar, Gunnar Jökull og Sigurður Árnason. Þú séð myndin af þeim, þeir eru fyrir utan Buckingham Höll þarna í manngrúan 1965 þegar Bítlarnir eru að fá orðuna, sko. Þeir skera sig alveg úr öllum fjöldanum og gerðu það náttúrulega líka. Fyrir hvað? Skáru sig út fyrir? Bara hvað er miklu karakterar. Og þannig voru þeir náttúrulega þegar þeir kom í Vogahverfinu, sko, það bara strætóinn, sko, það bara snýru sér allir við þegar. En Pálmi var, og þeir voru ágætis félagar líka, hann og Gunnar Jökull, sko, og Pálmi keypti á honum trommusett sem Premier, og svo var hann mikið að spila, en þá flutti nýtt fólk inn á fyrstu hæðina, og konan hún kvartaði svo mikið undan, og pappi smíðaði þá heilan svona einangrunna klefa
fyrir bróðin. Fyrir bróðin minn og hérna, þannig að, en það dugði ekki, sko, hún hringdi á lögregluna og þetta var eina á ástæðunum fyrir að þau svona hröðuðu sér í að sækja lóð og byggja. En ég, sko, jú, ég held að svona, sko, þegar maður lítur tilbaka þá það mjög svona jákvæð samskipti við foreldrana, sko, þannig lagað. Það var náttúrulega, sko, auðvitað ung fólk, svona, það heimtufrekt og það lendir í svona, sko, en það einhverjar svona smá krytur, sko. Já. Það hérna, þú nefndir Þórarinn Tyrfingsson á hann. Mér minnir að hann hafi ekkert sagt þetta, hann segði stundum við fólk sem var að kvarta yfir að þau hafi ekki fengið hérna mikið frá foreldrunum, eins og foreldrunir skulduðu eitthvað. Þá léka sér stundum að því að segja en varst þú ekki frekar erfiður líka eða gerðir þú eitthvað fyrir foreldrunum? Já, nákvæmlega. Það oft sem að sko það fyrir fram eftir aldri að þá fólk með svona hugmyndunar að við ættum að fá svo rosalega mikið frá foreldrunum. Já, einmitt. Það svona einstefnugötur. Herðu, en þið eru bræður, en Pálmi eldri þú? Hann 5 árum eldri, já. Fæddur 49. Já, og eru fleiri systkini? Já, og svo átti pabbi, sko, hálfbróður sem fæddur 42. Sem að var ekki á heimilinu, eða? Jú, hann kom eitt góðan veðurdag þegar ég var 12 ára, held ég. Þá eignist í nýjan bróður, sko, og það alveg dæmi út af fyrir sig, sko. Og þú vissir af honum áður, eða ekki? Já, ég held ég. Það var og hann var svona alinn upp af foreldrum mínum og skrifaði til dæmis mjög fallega minningagrein mömmu, sko, sem að hann var ekki tengdur henni þannig, sko. Og hún tók honum mjög vel og hérna, svo það Pálmi, svo kem ég. Svo bróðir minn Guðmundur Hrafn, hann fæddur 59 og líffræðingur, prófessor, og svo Auður systir mín, hún fæddur 62, hún var í fjölbrautaskólanum í Breiðholti, sami afgangur og Sjón og þeir. En Pálmi náttúrulega, hann opnar heiminn fyrir þér, eins og eldri bræður gera. Eins og eldri bræður gera. Ekki kemur með bara bílana og bara allt, bara öll viðhorf og hann bara glugginn þinn út í heim. Og hann kom með svo seinna, þú veist, sagði mér að lesa einhverja svona indverska gúrúa og Þórberg og það kemur þetta líka dálítið með bókmennina, sko. Og þú horfið mikið upp til hans? Já, á vissum tímabilum, sko. Svo var þetta náttúrulega líka... Og stórkostlega efnilegu maður, eða ekki? Já, hann var mjög efnilegu, bæði sem trommuleikari og myndlistamaður, og það eru til sum verkina, sko, þeir eru á söfnum eins og í Reykjavík og listasöfni á eitthvað og þetta eru bara fínustu málverk og þau eru líka til svona út borg og bí, og ég man, sko, þú veist, þegar myndin var gerð Englarnir, að þá hafði Friðrik þannig mjög snjallt, sko, að Ómar Stefánsson var að málaði málverkin sem hann var að mála í núið myndarinnar, en svo þegar hann kom inn á Mokka í það sem hann hittir Óla Bítil og að þá sýning og það eru allt myndir eftir Pálma. Ég sé þetta ekki. Já. Og þannig og honum gekk allt, sko, vel í, sko, skóla og hann var á síðasta ári í, sko, menntaskólanum þegar hann hætti bara og svo fór hann seinna í myndlistaskólanum. Hann náttúrulega orðin stór persóna í Íslandssögunni í tengslum við það söguna sem þú skrifaðir. Já, algjörlega. Og kannski myndina og svo náttúrulega frábær leikrit í Þjóðleikhúsinu sett upp. Og hann kom með þess að við sögu í forsetakosningunum. Já. Tókstu ekki eftir því? Jú, með alla... Ég held að enginn hefði munað að hann hétt Páll í bókinni. Nafnið á honum, á sögupersóninni. Það var spurt hann það stór. Algjörlega, sko. Það var spurt Gretti, Bjart og Pálma. Gretti, Bjart, já. Hvað þú gamall þegar hann veikist? Ég svona,
Já, sko, ég svona unglingur, sko. Þetta svona það leyti einmitt þegar maður verða einmitt svolítið róttækur og... Já, frá 15-16. 15-16, sko, já. Og þú já, ég svona, já, ég, sko, en það voru náttúrulega einhverja tilhneigingar byrjaðar áður, sko. Sástu það eða áttur á því seinna? Nei, við skildum þetta ekki, sko. Nei, þannig þú áttur á því bara seinna? Já, fólkið hélt jafnvel, sko, að þú veist að þetta væri bara, hann væri bara, þú veist, í einhverjum nýjum tíma og við værum bara jafnvel svona skrítin eða svona hallærisleg og hann svona, sko... Frjálshugi og svona, og svo bara fór þessi hegðun svolítið svona, seinna svona yfir öll mörk, sko, þannig að það var ljóst svona hvert stemdi, sko. En, sko, já... Og Þetta eiginlega svona harmur ykkar fjölskyldu? Já, ég man nú samt, sko, en það samt með á þessum nótum, sko, kannski ég líka svolítið þannig gerður að hafa tilhneigingu til að túlka hlutina svona jákvætt, sko, að þú veist að þetta sem ég sagði að það að við þyrftum að horfast í augu við þessi mál hafi frekar styrkt fjölskylduna heldur en, og ég man alltaf, sko, það kom þegar maður búinn að vera með fyrstu innlögn það kom sem sé var þegar gott ef ekki var þá kom geðlæknir og allir var ekki félagsráðgjafi eða geðhjú og var að spurja, sko, og þetta ádaldið, sko, maður gerði sér ekki grein fyrir seinna þegar maður hvað sko geðlækningar og allt þetta í rauninni nýtt. Sko, lyfin eru kannski bara 15-20 ára gömul á þessum tíma. Og alla það, hvað ára þetta? Þetta sko 70 og svona, þetta svona 72. Já. Það er talað kannski svona 58 og 59 sem sko bylting nýju geðlyfanna, Librium og félagar. Já. Og þarna samt að koma, sko, sem að ég held að þau hafi, sko, þessi svo kallar tilrauna sálfræði með samtöl og ég held að þau læknarnir hafi svona verið eitthvað opindaldi fyrir svona nýjum straumum og það líka inn á Kleppi þá líka þessi stefna, sko, að gera þetta svona heimilislegt eins og Óli Bítill segir, það þessi heimilin orðin svo lík spítulum og svona borgarafundir hér þetta, það sem er svona labbaður hringurinn og rætt við sjúklingana í upphafi og ég var með Kleppi, sko. Já, einmitt, sko, og ég man alltaf, sko, hann sagði, sko, þá vildi, sko, læknirinn og þegar þú spyrir, sko, einmitt samskiptin á heimilin og svona, ég man alltaf læknirinn, sko, hann vildi spyrja pappa og mömmu, sko, svona, þeirra samband og hvernig þau hefðu kynst og svona og þetta var kannski mín tilfinningi þetta var eitthvað sem fólk var ekkert mikið að tala og ég man alltaf pabbi sagði, sko, bara ég mannþekkjari og sko þessna kynntist að mömmu og þú veist, sko, vildi eiga þessa konu, sko og ég mannþekkjari og ég man einmitt á þeim tíma, sko, þá var einmitt komin svolítið svona uppreisn í mann, ég var með ógulega sítt hár og ég var svona svolítið svona tengdi þetta allt við sko kapitalismann og fyrringuna fyrringin var dálítið svona skatt sett þetta, en það leið held ég ásamt þessum svona counterkultúr sem maður kynntist í gegnum rockið og ljóðlist og þetta og Guðspekifélagið og fylkingun og allt þetta sem sveifir við vötnum á þessum tíma og Zoom, ekki gleyma þeim og Rósku, að ég held að þetta sko þetta gaf mér persónulega ákveðin styrk, sko
gagnvart þessu, gagnvart þessu vegna þess að þú mistir bróðurinn. Ég setti þetta svolítið í þetta samhengi þegar ég var að tala við þau, og svo náttúrulega á milli átti bróðir minn ágætis tímabil sem við vorum bara góði vinnir og þú veist bara allt frekar normalt sko, og sko svo komu tímar á milli það ekki þar sem þú gast staðið fyrir framan hann og raunverulega saknað hans sem hann var ekki lengur, eða ekki? Það getur verið mikil átök. Eða sko maður uppgötaði líka þessa þversögn sem í manni sjálfum og kannski oft í svona heimilum og samfélögum. Sko við erum að taka ala önn fyrir veikum manni og þegar veikimaðurinn góður eins og við segjum þá líður okkur vel, þá allt sko en þá líður honum illa. En svo þegar veikimaðurinn á leiðinni upp og þá fer hann að verða sko þá líður honum vel en okkur illa sko. Og sko það voru meira þessi svona átök en eins og ég sagði sko vegna sko míns kannski aldur og minna stöðu og minna áhugamála og vina minna þá gat ég einhvern veginn mér tókst það held ég að horfast svona í augu við þetta. Þetta breytti engu til dæmis í mínu dæmi með að vini mín komu heim til mín, skilur, ég hafði þetta fína herbergi. Þú meina þú varst í heimi þar sem var meira þol fyrir einhverju sem var öðruvísi? Já, en til dæmis sko ég man í þröngu, borgaralegu, bókari Já, en þá líka kannski bara aldurinn að því ég man að systkini mín sem aðeins yngri, sko, þau voru til dæmis þorði ekki að koma kannski með vini heim og svona sko af því hvernig hann gat þá verið, skilur. Þannig að þetta vini þeirra dæmtök eða bara óttinn, það ekkert víst að þeir hefði gert það, en það voru náttúrulega margir af vinum þeirra og sérstaklega bróður minn sem yngri bróður minn sem kynntust honum sko og hérna margir sem sko kynntust Pálma sem svona bárunum svona vel söguna sko. En þessi ótti við hérna fólk sem kannski í maníu stundu velti fyrir því, ég meina fólk verður alveg rosalega óttaslegið ef einhver bara í maníu, en í raunverulega manía ekkert svo manía bara tiltölulega hversdagslegt fyrirbrigði sko. Þú veist, ég meina á vissum sko, hún getur ég man eftir sko manískum augnablikum hjá bróðum mínum sko, það sem var bara fyndinn og skemmtilegur skilur og let sér dreyma alls konar vitleysu og bara mjög skapandi en svo var til dæmis man ég líka eftir að sko það geta gerst svona vera ógnandi og í einhverju manísku ástandi verða menn alveg hrikalega sterkir. Og ég man einhvern tímann þá þurfti að hringja á lögregluna sko og lögregluþjónarnir sem kom þetta voru svona tveir svona sumastrákar sko og hann bara hélt á þeim sko. Þú veist manía eitthvað leyti bara fullkomin einbeiting. Það var eitthvað ég held að þeir réðu ekkert við hann sko og þannig að það gat alveg verið sko erfitt mál sko. Það samt eitthvað við það sko að svona frávik í hegðun að það eins og sko hópurinn óttist mannin sem ekki með sjálfum sér. Þó svo að kannski sjaldnast sem að þessi sem ekki með sjálfum sér gerir raunverulega eitthvað sko. Nei, ég held að sko. En það svo séu, það fara bara allir bara það getur ímyndað, bara ef maður í maníu lappar inn í strætó, það fara allir í kerfi. Það fara allir, algjörlega. Þó það hafi ekkert gerst annað það að koma maður í maníu inn í strætó sko. Já. Og það voru náttúrulega gríðarlega mikið af svona sko, svona augnablikum, svona momentum sko sem voru þú veist það sem manninum sagt svolítið svona
hver hann og hvar hann á heima og svona sko þú veist svona þú veist já að þú veist að þýtt ekki að sækja vinnu stundum og hérna og svolítið svona viðmót oft hjá fólki sko afskrifaðar svona. Já, fólk afskrifað sko og ég fekk kannski sko að upplifa þetta þarna ég fekk svolítið að upplifa þetta sko ég man einu sinni þá kom ég inn á Kleppa í heimsækja bróður minn og þá var einmitt maður sem labbaði bara fram og aftur, hann hafði ekki talað við neitt frá því hann kom var mér sagt og hann var einmitt svolítið svona bara eins og ég svona með sítt hár og hérna og hann fer að spyrja mig hvort ég vilji hjálpa honum eitthvað þarna með að þarna og ég átti að fara með honum upp í háskóla og ég sagði bara já og svo fekk hann eitthvað leið og sagði þarna við mæltum okkur mót á Tröð til kaffihúsi Tröð og hérna og ég mæti og hann þar og svo löpum við saman upp í háskóla og þá var maður líka sko sjálfur í háskólanum og í bókmenntunum og í vinstri og í pólitíkinni og ég man að það hefur allir með svo miklu vonbrigðum einmitt sko félagarnir mínir í vinstri ég fór með hann það sem var Stúdentablaðið og þeir sögðu hvað frík ert þú að draga hingað og ég var bara sko þetta ég get aldrei gleymt þessu þessi fordæming já, þessi fordæming sko það svo mikið af svona momentum sko sem að maður upplifir sko með einum eða öðrum hætti og skynjaði líka í gegnum Pálma sko. Stöðubróðins þú ert að sömuleyti ferð að vera hinum inn við strikið og upplifa fordæmingu samfélagsins ég kannast við þetta í gegnum sko alkohólisma föður míns sem að maður verður var við fordæmingu samfélagsins það eiginlega það sem að situr eftir sko miklu meira heldur en sko það sem alkohólismi föður míns gerði mér það var bara þetta ótrúlega fordæming samfélagsins maður man eftir þessu líka sem ég var kannski 7 ára og hann hérna bara viðstóla af drykkju og svo mæti maður sko fyrirlitningu samfélagsins algjörlega þetta svo tilfinningin sko sem að situr eftir sko ekki, þú veist það bara þessi tilfinningur hvað mannfélagi getur verið grimt sko við þann sem stendur veikt og þetta gerist oft bara í einhverju þögg sko eða þú veist ekki að eitthvað sem þú það er ekki trópa sko nei kannski mestalagi í svona herðu en Pálmi deyr svo og hérna 42 ára og þá hlýtur þú að hugsa það er náttúrulega margt í þessu þú hlýtur að hugsa að því hann svona fyrirmyndið þín já, það er margt þá það hefði þurft að deyja og svo það líka að því hann veikist ert þú þá með svona hugmyndum að þú gæti líka veikst eða ertu með svona á tímabili með svona ritskoðara inn í hausnum á þess að segir byrju þetta snjöll nei, ekki held ég ekki svoleiðis sko þannig að ekki það tengdir að þú upplifið að þú yrðir eins og hann nei, ég held ekki svona ég setti kannski svona þannig sama sem merki sko en maður hefur náttúrulega oft svona óttast eigin vitsmuni og tilfinningar og ég hef ekki sett upp held ég beint í það samhengi sko og hérna sko þegar hann sem sé deyr og raunar kýs það sjálfur að sko þá hafði hann sko það má sko og það myndu margir segja það Pálma sko að innan þessa samfélags
sjúklingana að þá naut hann svona vissra forréttinda sko. Hann var ekki lokað á hann, pappa og mamma bara hreinlega gátu það ekki og þó að það var verið að segja þeim að gera það sko og hann fer tildulega, en hann flytur að heiman tildulega sko seint og svo félagar hans oft innan af spítalanum voru svona bara mjög velkomnir heim sko og þannig kynntist ég þeim sumum sko og ég til dæmis og Pálmi sko í sambandi við eins og bókmyndir, hann skrifaði líka sjálfur Pálmi var mjög gott ljóðskáld og hérna hann var eins og kaffi, menn segja kaffi, hann var góður þegar hann var góður og hérna og skal ég segja að við töluðum voða mikið og hann sagði mér margar sögur og við töluðum mikið og hann sagði alltaf við mig sko, hann vissi að ég ætti til að skrifa bók og ég var sko eins og þessi saga sem ég var að segja áðan með mannin sem ég fór með upp í háskóla og þá var það ég með þetta sem að þetta var sagan átt að vera saga sem smásaga sem heit Dóttursríkir frá Kína og hérna svo voru sagur sko þar komnar eins og í smásagnasafninu Leitin á dýragarðinum saga sem heitir Regnboga myrkursins sem Viktor og svo önnur saga sem heitir Garðyrkjumennirnir þar sem þegar hann fer í Skagafjörðin þar sem bóndinn býr með draugunum og heldur að rússarnir séu að koma en skýtur á landhelgisgæsluna og það var ansi margt sko svona í deglunni en svo flytur sko Pálmi að heiman eða fer svona og þá bjó hann á þessum skrýtna stað sem var Brautarholt sem var svona sko þetta var hótel og það var sko sagt sko það var talsvert svona óregla á þessu hóteli og það var á einni hæðinni hafði gott ef að bara sko það voru margir sem höfðu verið á geðspítölunum sem Pálmi bjó til dæmis með einhver tíma þarna með ljóni norðursins sko og ég kalla hann keisara norðurljósanna og svona fyrir mynda ekki það sami persónan ekkert endilega sko og hérna og þar var margt mannin sko og þetta var oft til lasið fólk svo var líka sko einhver svona hardcore heimur af mönnum til dæmis sem sko voru að koma úr fangilsi og voru ekki menn myndi segja ekki kannski bata þeir voru kannski bara að taka upptekna sko og þessi harði heimur sko fyrir þessa viðkvæmu en Pálmi svona hann sko einhvern megin sko hann svona náði einhvern megin að glorifísera þennan heim líka og hann fór talsvert á þeim tíma var hann þarna á sko í kjallara keisarans og þessum stöðum sko og var að fíla sig svona stundum svona sem svolítið töffara og hérna menn mætti honum í alls konar múnderingum og svo fær hann þarna í Hátúni og hérna og þetta að vísu leyti auðvitað Hátún og blokkirnar, þetta svona eitt af afrekum velferðarkerfisins en þetta oft svona kannski bara þessi efnislega hlið það að segja sko stjórnmálamennirnir segja sjáðu hvað við gerum en þeir fara aldrei sko og aldrei inn á gangana og þeir horfast ekki í augu við einsemdina og það var það sem ég segi sko þarna koma bókmenntirnar einmitt sterkar inn og það var á þessum tíma ég veit ekki alveg hvenær það gerist eða hvernig og nema hvað
að Pálmi fær á einhverjum tíma, ég byrði líka þau skilaboð að honum sé bara batnað, þetta sé oft svona við fertugsaldurinn, þá bara hverfi þetta. En leið og það gerist sko, og þá dregur hann sig bara meir inn í sína skel og honum líður ekki vel sko. Það er einhver tómleiki sko. Þannig að einhverju leyti, og alveg eins og bara þú veist okkar hugur og okkar tilfinningar undir vissum kringumstæðum getur þetta orðið kallað geðbilun, en það var þannig sko svolítið hjá honum sko, eins og það hefði líka gefið honum sko gildin, ekki sem sé að hann vildi lifa, það var þessar ranghugmyndir og þessi hugmyndaheimur sem við köllum geðveiki sko. Og þegar hann var horfinn þá fannst honum einhvern megin ekkert vera eftir. Stundum er sagt að fólk sé í hættu þegar það er að vissu stigi í batanum, þá hvolfist yfir það sko, líka það hversu, hver staða þess er, og þá er það í hættu við að bugast sko. Algjörlega sko. Og hann hafði alltaf sko, ég veit ekki sko, nú er alltaf, og ég vona að menn nái sem mestum árangri í því að fólk komist út í þjóðfélagið eins og sagt er, og fólk fái bót, sinna meina bót, en kannski verða líka alltaf til svona menn eins og Pálmi heitinn, sem sko hann sagðist bara vera svona, ég er professional loner, og hann sko, þegar hann var búinn að kannski sko vera að vinna kannski einhvers staðar sko, færibandi þá bara hætti hann að taka lyfin sko. Það var eins og hann svona fyndi ákveðið frelsi í sjúkdómnum sko. Í manniunni. Og maður þekkir þetta sko, svo ég talaði einu sinni við, mann sem hafði farið í mikið af áfengismeðferðum, og hann hafði náð miklum árangri svona sem hönnuður, og hann var oft í mjög góðri stöðu, hann hafði átt hús og bíl og fjölskyldu, og hann hafði líka setið á bekkjunum, og hann lýsti því einhver tímann þegar hann keyrði með sko fjölskyldunni og sá félagann á bekkjunum, og sagði mikið langaði mig til þeirra sko. Það er þessi tilfinning sem sem er mjög áhugaverð sko, þetta ábyrgðarleysi og einhver ákveðin samstaða í sko eitthvað sem að sko menn frelsi sem menn sækja í sko. Og losna við allar klyfjarnar sem er að setja á okkur. Nákvæmlega sko. Og þá að drifta bara. Já, það er eitthvað svoleiðis. Þó maður kunni ekki sko, geta ekki sett sig á neitt hest. Má ég spyrja eitt að því þú nefndi lyfin, að stundum finnst manni það að sko hugmyndir okkar hvernig geðsjúkdómar birtast í fólki eru að stóru leyti hliðarverkanir af lyfjunum. Að við þekkjum kannski ekki sko geðsjúkdóminn, heldur þekkjum við eiginlega betur sko formið á öllum þessum, þetta er svakaleg lyf sumt að þessu. Já, og ég held að sko á einhverjum vissum tímabilum sko, þá var til dæmis Pálmi á mjög sko einhverjum mjög sterkum lyfjum sko, hann lá bara fyrir sko einhverju sko þunglindi, og maður svona vissi ekki alveg sko hvað maður átt að segja eða gera sko. Og hvort að sko maður hefur það náttúrulega líka í huga sko það er náttúrulega í Englum alheimsins, þegar ég skrifaði hana kynnti ég mér svona sögu spítalans sko, og komst í svona alls konar efni og spurði sko, og svo hafði einmitt hann frændi minn, hann Bjössi Spánafari, hann hafði unnið sem vörður,
og hann sagði sko mikið af sögum og hann sagðist hafa verið sko rekinn fyrir að gefa sjúklingi jólaköku og og hann taldi sko sjálfur að hann hefði haft ábúðslegt góð tök á sumum sem læknarnir voru hræddi við en það voru ekki sko lyfin og skilurðu ekki þessi bylting sem að var nei og þá þurfti bara og menn víst svona ólaði niður og svona nema það var hægt að ef það var hægt að og engin hugmynd að fólk myndi útskrifast sko. Það var ekki fyrir en bara komið á 7. áratuginn að ef þú fórst á Kleppa þá var það lífstíða dómur svo var það náttúrulega einmitt allt þetta svona tabú dæmi sko sem, allt þetta En bókin þín, Englar Aliceins hún náttúrulega hún hafði áhrif á umræðu geðsjúkdóma Já, hún gerði það sko af því að ég meina ég bara sko, ég vissi ekki það er mjög oft held ég þannig að sko að svona bókmenntaverk sem hafa svona áhrif og að það er ekkert lagt upp með það sko. Nei, þú ætlar ekki ég ætlaði ekkert að hafa skrifa þetta til að hafa einhver áhrif en allt í einu sko byrjar bara fólk að hringja og þakka og þá eru það sko svona aðstandendur og svona sko þannig að mann er mest svona einmitt sko fyrir að opna þessar sko tilvistarlegu dyr sko og svo þurfti ég var ég að lesa sem sé það var verið að kynna bókina og þetta er 93 og mér er boðið að það var held ég bara fyrsti upplesturinn hann var á jólahlaðborði á geðspítalanum á Landspítalanum og ég var mjög nervös sko og byrjaði einhvers staðar svona í sakleysinu og svo endaði ég sko, svo gekk ég alltaf lengra og lengra og því lengra sem ég gekk sko því betri urðu móttökurnar sko. Heyrðir hlustunum og þeim varð alveg sko þótti mjög kaflinn grillið og allt þetta sko alveg, þetta sögust þeir alltaf gera og þá fann ég líka sko og sem ég átti eftir að finna oft hjá fólki í þessari stöðu að það bjó einhver svona sjálfsvirðing í persónunni skilurðu og það er að segja sko hann er ekki bara þú veist einhver tapari sem hefur orðið undir hann er ekki geðsjúklingur hann er manneskja sem er með geðræn vandamál geðræn áskoranir eins og við byrja að kalla þetta og þannig að það er verið að fara mikið út í þetta þannig að þeir svona þannig að margir fundu þann heim í sögunni sko þann heim í sögunni sko Herðu 1968 þá varstu að fermast þá varstu í hvítum kyrtli sakleysið uppmálað á þessum ég fekk að taka mig ég þurfti að klippa mig Þurftir að klippa þig? Já, ég var með það þá sko Þú máttir ekki fermast síðan? Nei, það var einhvern veginn ekki inn í myndinni ég var ekkert mjög síðarður samt sko en ég lét taka mér myndir sko fyrir áður og kliptur það að ég var í einhvernum svona semi-hippa búning sem þó ég væri nú aldrei neitt hippi sko Þá ertu nýkomin upp í Breiðholt eða ekki? Ég femdist í Góðheimunum ég átti heim í Góðheimunum nei, á Sigurði Hauki það er svolítil saga sko, þú veist, með hvernig þeir tókust á sko. það myndi einhverju segja í nútímanum það er frekar svona ljótt sko, þú veist að sko, Árelíus var svona bókstafstrúar og hafði verið mjög vinsæll prestur og allir bara fóru til Árelíusar og bróði minn til dæmis Pálmi og hann fylgdi sko að þau þetta syngja og læra sálma og vera með biblíulestur
Svo kemur Sigurður Haukur og hann svona ungur prestur eða ungur, mann veit nú ekki hvað hann var gamall þarna sko. Frjálslyndur með popmessur. Þarna var hann komið með popmessunar, hann var rosalega svona vinsæll, hann reykti í kirkjunni og gott að við máttum ekki reykja líka ef við vildum og svo voru haldnar svona, fekk hljómsveit að spila og svo kom einn upp og hann fekk að lesa upp úr Rauðakverinu og sko þannig og svo sátum við bara og horfðum á Gokke og þetta var náttúrulega ójafn leikur sko þegar það var síðan sko hvert vildu þeir fóru langt flestir til Sigurðar og Árelíus stóð eftir og grét og hringdi svo í foreldrana sem það sem hann hafði 5 eldri sískinin sko en þessir menn eru náttúrulega sko þeir hafa báðir skrifað sko ég veit nú mann ekki hvort Sigurður skrifaði sjálfur ævisögu sínar. Árelíus var sko hann var náttúrulega orti líka og hans ævisögur eru þetta góðar, vel skrifaðar bækur sko. Hann kendi í Vogaskóla. Og svo kendi hann og Sigurður líka. Sigurður kendi okkur. Þegar ég fundist, þá fundist ég á Sigurður Hauki eins og þú. Og fermingarmyndin svona að bara ótrúlega stór hópur. Já. Og það bara verið eins og útskriftarnemar við háskólan eða eitthvað. Þetta svo fjölmennur hópur. Á sama tíma var Árelíus að ferma og fermingarmyndin á þeim þá var mynda Árelíusi og svo voru 4 andlit sikkurum megin við hann. Já, einmitt. Þá var það bara fæmdist enginn hjá Árelíusi en allir hjá Sigurði Hauki. Þetta var þannig sko. Þetta var þannig og svolítið sko einmitt sko einhverju myndi segja sko að Sigurður hafi sigrað svolítið á svona populisma. Já. Þú veit Árelíusa maður? Nei, ég kunni sko, ég hafði sjálfur sko góða sögu af þeim báðum að segja. Ég sem slíkur sko og Sigurður sko kendi okkur, eða hann kendi sko það var einn bekkur í okkar árgangi sko það var sagt að það voru sko 2 tossabekkir og svo var einn svona últra 12 strákar bara í honum og þeir voru kallaði postularnir og Sigurður var umsjónarkennarinn þeirra og síðan þetta á þeim tíma þú veist Helgi Þorláksson hann fylgist vel með skólamálum og ég held að hann hafi verið krati svona jafnaðarmaður og að spá í allt þetta hvernig skólakerfi virkar og af hverju sumir lenda þarna og aðrir eru háir og að fá háarengunir og sumir ekki og þá gerð þessi tilraun að dreifa tossabekknum í alla bekkina og það, sko hún lukkaðist að einhverjum hluta sko og en þetta var náttúrulega eins og menn hafa síðan komið sko, þá var þetta oft bara þú veist, fólk með lesörðuleika og átti bara, já, þannig að þetta var bara svona fáfræði og svona sem réð því hvernig þessi mál æxluðust sko. Helgi Þorláksson var líka karakter. Er hann ekki skólastjórinn í ... sem að getur lagt heilu raðirnar í rúst með ræðuhöldum? Já, ég held að punkturinn sé settur í Vesturbæinn. Já, en hann svolítið í mínum, jú. Hann minnir mann á Helga skólastjórinn þar sko, sem að gat lagt heilu raðirnar í öngvit yfir löngum ræðuhöldum. Já, hann hélt svona ræður á sal eins og þetta gerðist hjá okkur sko og það var einmitt sko þegar að maður lendi svona í svona ég aðeins með að lýsa þessum heimi og læt Helga líka alveg fá þann kredit sko sem hann á sko þetta var framfara sinni og og ég kalla okkur jafnaðamenn sko að því personen í bókinni ber út Alþýðublaðið og það var þessi jafnaðarstefna sem sveif þarna yfir vötnum og sko Helgi sko það var sko sagt sko í Vogaskóla það var sagt að skólastjórar biðu eftir því á vorin að yrði lesin upp meðalengun úr skólum og einhver skóli, það var yfirleitt held ég Hagaskóli sem var hæstur en Vogaskóli var alltaf lægstur en það var af því að Vogaskóli tók líka við öllum sko, menn máttu
5 sinnum á landsprófi skilurðu, sko, og það var ýmislegt, sko, en ég upplifði þetta líka, sko, að því maður nú stundum, sko, ég var nú yfirleitt ekki sko með neinn ótugtaskap, það var meira, sko, maður var með svona í kjaftinum, sko, svona rífa kjaft, og ég var sendur stundum til skólastjórans, sko, til Helga, og það var, sko, og það var einhvern tíman, sko, að því hann var sköllóttur, og það var svo ég var hjá honum, svo hringdi síminn, og bakvið hann var hnöttur, og ég fór að hugsa hnöttin og sköll, hver var í munun á hnettinum og sköllóttu manni, sko, og eitthvað svona, sko, bara eitthvað svona strákabull, sko, og ég fór að hlæja, og ég man alltaf eftir þessu mómenti, sko, Helgi vildi vita að hverju ég var að hlæja, og þá upplifði ég þetta, sko, þessa spérhræðslu valdsins, sko, sem að maður átti eftir að skilja miklu betur þegar maður fór inn í bókmenntirnar, sko. En hann var alltaf líka mjög vel klæddur, hann var með úr í kæðju og var svona þannig maður. Já, og hélt þessar ræður, sko, þær voru bara skráðar inn í stundatöfluna, hét á sal. Já, og það hvað þú eru langar. Mjög langar. En að því þú segir hann jafnaðarmaður að við gerðum uppreisn í 11 ára vekk og skiptum umsjónarkennara. Já. Og hann féllst á það, ég hef nú oft hugsað þetta, sko, ég bara hvernig í veröldinni gat það gerst að við höfnuðum kennara og völdum nýjan og vorum í verkfall út á skólalóð og fleira, en hann endanum fengum við það sem við vildum. Já. Þannig að það þarf að vera svona svolítil víðsýn í því að líta þeir þurftu, sko, að vera það, sko. Og þarna voru nú ýmsir, sko, það er líka, við höfum talað aldrei hérna sko, þessar þversagnir, sko. Þú veist, þegar sjúklingnum líður vel og okkur illa og öfugt og þá eru það náttúrulega líka, sko, að því núna erum við líka komnir á þann aldur að við hittum svona í sundpottunum og búðunum og hingað og þangað út samfélagið og við jarðafarir og hittum við gamla skólafélaga og fólk gjarnan að tala hvernig var í skólanum, sko. Og svo heyrur, sko, þá færði alveg 2 útgáfur, sko. Þú veist, nei, Vogaskóla, það var svo frábært, það var ekkit einelti, segir einhver. Svo hittur næsta og hann talar sko, hann eða hún hafi orðið bara fyrir skelfilegu einelti, sko. Og þú veist, sko, skólalóðið var mjög grimm, sko. Já. Þessi ótrúlega blekkinga fólk heldur þetta hafi verið, sko. Já, en samt þetta, sko, segir þetta, sko, að þetta með sjónarhorni, sko, menn hafi ekki alltaf sömu sög að segja. Eða einhver hefur bælt niður eitthvað eða annar hefur svona gert hlutina svartari en þeir voru. Það er náttúrulega, sko, það er oft, sko, líka skilur af því þú túlkar auðvitað, þetta er svona alltaf heimspekilegt spursmál, sko, þú túlkar lífið þitt, sko, svona eftir á og þá er maður ofta, sko, að hugsa, sko, þú veist, þegar fólk að koma og segja svona sögur sína, oft svona skelfilegar sögur og svo það, sko, að einhverju leyti helgast að af hvaða stað viðkomandi á tímanum þegar hann segir söguna. Og hérna þannig að þetta er bara eins og í bókmenntunum að það er ekki sama hver segir söguna, sko. Það er endurminningar Laxness í Túninu heima og þar hundu götunum eru gamlan mann en ekki ævi hans. Þetta er sjónarhólinn, sko. Algjörlega, þetta er sjónarhólinn. Það er eiginlega glabræð að lesa þessar bækur sem skráningu á ævi Laxness, sko. Þetta er eins og frábær frásögn sjónarhorn. Hvernig hann horfir á tímana. Já. Og hann horfir á þetta sem sé af oft svona melankólskri lýrík. Algjörlega. Já. Herðu, en ég ætla að taka þig hérna í fermingakirtilinn. Og því að stundum spyr ég fólk hérna svona, ég meina þegar maður eru 14 ára þá veit maður alveg maður að vera fullorðinn og fermingin náttúrulega maður komast í fullorðismanna tölu. Og hvað sást þú að yrði úr Einari Má?
Sko, þetta svolítið merkilegt sko að sko maður hafði nú bara held ég svona sem strákur þú veist þessa drauma sko maður átti sína dagdraumum að vera slökkviliðsmaður og rakari og svona frekar hversdagslegt sko þannig sem sko og svo náttúrulega þegar kemur þessi svona tónlist og sko maður samsamaði sig með náttúrulega rock tónlistamönnum og gat vel hugsað sér en maður var einhvern veginn ekki kannski þar að fara að syngja eða neitt svoleið sko en svo þegar maður verður unglingur og í skólanum sko skólinn var náttúrulega sko þú veist okkur það meira sér búið að gera einhverja félagsfræði rannsókn á þessu að þessi 7 bekkir sem við vorum að þeir sem voru í bestu bekkjunum tveimur skilabúðin sem þau fengu þið eigið eftir að stjórna þessu þjóðfélagi og það mun bara vel ykkur í samfélaginu þess eigið þið að læra og verða lögfræðingar og allt svoleiðis og sko og svo fengu hinir sko lökustu bekkirnir lökustu innan allra þeirra gæsalappa sem þar eiga að standa einhver skilabúðin þú fer bara á Höfn eða þú ferð í öskuna og eitthvað askan var alltaf öskukallar var alltaf gerð að einhverju ofboðslega neikvæðu en svo voru svona þessir millibekkirnir þeir fengu engin skilabúð og þessi félagsfræði rannsókn sem ég las þetta hún sagði að margir af þeim hefðu komið svona einna best undan vetri sko, af því að það voru engar svona stórbrotnar væntingar sko. Það var ekkit, pappa og mamma voru ekkit að segja ég meina þú átt að vera prófessor eða þú átt að vera vörubílstjóri eða neitt svona sko. En svo þegar maður kemst inn í róttæknina ég man það var félagi minn góður og mikill vinur Bjarni Guðbjörnsson, hann bjó í Breiðholtinu ég tók strax eftir honum sko þarna þegar við komum í strætó að hann var í svona ból með Jimi Hendrix og svo lentum við í því jólafríinu að vinna niður á Höfn í uppskipun og þá fór hann með mig hann var komin í æskulýðsfylkinguna og þá fór hann með mig þangað það var eina skipti sem ég kom á Tjarnargötuna og síðan var ég bara á Laugaveginum þar sko með fylkinguna hann kendi mér þegar ég var í Fellaskóla já hann er merkilegur maður og nema hvað að við sko hann gat náttúrulega miðlað mér alveg rosalega miklu sko en þegar maður var komin inn í þennan heim sko að vera svona og svo átti ég náttúrulega þessa vini alla sko Friðrik Þór og Steingrímur Eyfjörð og Örn Daníel Jónsson og Örn Daníel Jónsson Örni kollum hann var félagsfræðingur landafræðingur að hann fylgdist rosa vel með og hann var ábúðslegur svona mikið að mennta okkur sko og því og ýmsum fræðum ekki bara í kommunisma nei alls ekki hann var ekki beint orðinn kommunisti þá sko eða svona átti síðar eftir að verða svona hallur undir marxisma og bara svona með þess að því marxismi er náttúrulega alveg sko nauðsynlegur í allan skilninga á veröldinni þannig að sko við vorum allir sko og Bjarni og þessi hópur og svo miklu svona stærri hópur svona opaslega leitandi sko að við vorum að fara í sko einmitt líka að kynnast Bakkusi og við vorum að horfa á myndir það var nefnilega í Hafnarbíó sko af því að þá höfðu unglingar til dæmis engan stað að drekka á að þá fórum við og sáum þeir voru að sýna Kurosawa myndir og við sátt og þar voru þeir að drekka sake og það var ódýrast í ríkinu sko svona drykks til að verða drukkin og
hérna þannig að við sko þetta blandast allt saman sko svo var á þessum árum að þá fórum við líka sko og það var líklega Önni og ég man alltaf, þú manst kannski eftir honum líka úr Vogahverfinu, hann var alltaf í Strætó, Sigvaldi Hjálmarsson sem var með Guðsbyggifélagi og var jóki. Svona heilagur maður. Í Gnóðavoginu með þér? Já, heilagur maður. Það var ekki efstu blokkinni næst teistjófið, ég minnir hann búið þar einhvers þar. Já, og hann, sko, við fórum og hann var að kenna jóka í Guðsbyggifélaginu og svo var bærinn líka á einhverjum tíma fullur af trúboðum frá Bahæja og þeir voru með aðsetur fyrst í Breiðfirðingabúð og svo upp á Óðinsgötu og þetta var svona þessi sko svona kultúr sem unga fólkið var í sko, þú veist þetta voru ekki staðir fyrir okkur sko, ekki kannski nema sko tónabæra á sunnudögum og sko þú veist það var ekkert svona þannig að við þurftum svolítið að finna þetta og þetta leiddi okkur yfir í alls konar áhugamál og forvitni og menn voru náttúrulega að kynnast líka strákar og stelpur og allt þetta sko og hérna þetta tekur sér tíma þetta tók allt sín tíma sko en nema hvað þegar maður var komin inn í þessa heima og ég tala nú ekki um byltinguna þá hélt maður bara að það yrði bylting og þá þyrfti maður ekki að pæla í það væri eiginlega vonlaust að fara að ákveða í þessum heimi því þessu heimir var að víkja og það kemur ykkur allt annar heimur sem að vera alveg óvíst hvað ég geti gert í það var eitthvað svoleiðis sko þannig að maður hafði ekkert svona sko, þú veist, það var ekkert þannig að ég væri að hugsa að ég ætlaði að verða kennari eða blaðamaður eða Varstu í MT eða? Ég fór í MT, já og í gegnum við fórum við vorum eiginlega svo lífsglaðir sögðum við í landsprófi að við fjallum allur bekkurinn og við fórum þá í 4. bekk og það var í rauninni sko endurtekning á landsprófinu 3. bekk þannig að við vorum bara það var bara rosa gaman að vera með að lesa Egilssögu og þá fer maður mikið líka að pæla bara sjálfur í bókmenntum og mótast svona sko og svo fórum við í Lindagötuskólann í framhaldsdeildirnar sko 5. bekk og þannig komst maður í 2. bekk og var þá ári á eftir en ég meina maður hafði notað þennan tíma að mínum mati mjög vel sko. Þetta sko á okkar heimsluta þá þetta líka tímabil þar sem að sko börn verkalýðsstéttarinnar að fara menntaveginn og menntavegurinn var kannski mótaður fyrir börn borgarastéttarinnar og aðalsins og þá var það svona mikið svona svigrum að fólk var að vera að finna sjálfa sig og svo hugmynd var líka þótt að segja að þú að vera lögfræðingur og svona það var svona sem að mér finnst eiginlega að vera minna núna þegar ég að tala við fólk sem í háskólanum í dag minnst það svo busy að það bara má ekki vera að neinu sko en á þessu tíma var þessi svona hugmynd svolítið svona þetta væru glaðværu árin og allt þetta sko og þú hafði máttir það, þú máttir hlaupa þér hornin og ég ætla að segja engu sér boðið upp á það í dag að hlaupa þér hornin Nei fólk kannski ekki með horn Nei, það ekki með horn í dag sko. það var sko, hafðu það í huga að til dæmis eins og þegar Pálmi bróðir fer í menntaskóla og þá voru þetta einmitt svona örfáir austurbæingar í MR skilur og fannst þeim oft vera svolítið utangars og einhverjir utan á landi innan allt svona embættismanna liðið þú veist en af því að þarna sko með umbótunum frá Gylfa Þ. Gíslasyni og á skólakerfinu bara samfélagið þurfti meira mennta vinnuafl þá koma allir þessir hinir menntaskólar MT, MH og einhverju fleiri kannski og þar meira sko pöpullin eða þú veist svona hugsað þannig sko. Og þar lendi líklega eitthvað svona hugmyndum mikið, að það sé óvissari framtíðin á ykkur í MT heldur þeir sem í MR, ég menn það var, og það hafði náttúrulega alltaf verið þetta sko, einhver sko sem náttúrulega alveg horfið núna, þú veist þetta skilur, þetta var bara eins og í London, East End og West End og Kaupmannahöfn, Austurbrú og Vesturbrú nema vist Kaupmannahöfn eina borgin þar sem þetta var öfugt sko.
það sem að var sko Austurbrú var já en hérna sko Austurborgin sko hún sem það nú svolítið mín svona skýring á því að af hverju það koma svona fólk svona mikið til dæmis af svona listamönnum okkar kynslóðar úr Austurbænum að það var að því það var ekkert búið að skilgreina þetta svæði sko. Vesturbærin átti sína að hafa búið að segja hvað sólarlagi væri fallegt þar og allt þetta sko og þetta var svolítið svona annar heimur og þessi nýji heimur kemst svolítið inn í menntaskólana og þannig að verður svona það var allavega í menntaskólanum í Tjörnina maður upplifiði voða lítið svona já þessi verður forsætisráðherra einn góðan veðurdag eða þessi verður það var held í talsvert svona frjálsræði hvað það allt varðar. Ég spurði áðan hann að þú varst í kirklinum að ferðast hvað þú segir fyrir þér á verðir er það fæðast hugmyndum að þú að vera rithöfundur þannig í MT eða nei, þú varst bara ekkert að pæla í því? Það var meira sko, þú veist eins og nafni minn Einar Kárason og þeir voru farnir að skrifa og yrkja í blöðin, ég var meira í pólitík að skrifa og þú varst í fylkingunni? Já, og skrifa og ég var alltaf hins vegar mikið svona að segja frá sko, ég var svona hafði sko, þetta var voða þægilegt fyrir heiminn að ég færi að skrifa sko ég svona hafði Þú meinar að þá losnuðu mörg eyru sem hefðu þurft að hlusta á þig? Já, ég held að þegar þú hvarfst inn í herbergi og fórst að skrifa þá gæti fólk verið að hlusta okkur annað en einan má. Já, það var að einhverju leyti þannig sko, held ég að þarna ég sko þegar ég byrja í háskólanum og fer að byrja að skrifa ljóð. Hvað ferði í háskólanum? Verði ekki í bókmennafræði? Ég fór í sagnfræði. Og svo fór ég hafði alltaf að fara í heimspeki einhvers staðar erlendis en það var einhver misskilningur með það þannig að ég fór í sagnfræði og svo valdi ég bókmenntir svona sem auka en það bara sneri svo við að það höfðu bókmenntin og ég var vel alltaf og þú fór svo til Danmerkur eða ekki? Seinna sko, ég sko klára alveg BA, ég klára ekkert í Danmörku, skilur að því ég var bara að skrifa sko, en ég nýtti mér samt svona menntastofnun aðeins. En pólitíkina, því þú ert í fylkingunni, eins og ég hef sagt sko, þá er ég yngri en þú og þegar ég svona átta mig á þessu, hvað er maður gamall á, 14-15, ég meina Bjarni kendi mig þegar ég var 14 og ég man að ég fór til hans og spurði hvort það væri til að fræða mig kommunisma og þá var hann eitthvað efins og það mætti það gera það sem kennari og svo félst hann á það og svo löpum við út og hann var í svona leðurjakka eins og þú ég held að hann hefði verið búinn að vera í París eitthvað þá sko, hann neitt svolítið út eins og svona viltur Parísartöffari svo fórum við út fyrir girðinguna og þá sett hann á sig öll merkin aftur sko, sem hann hefði tekið og svo löpum við hringinn í kringum skólan og hann fræddi mig kommunisma en það mátti sér ekki gera það innan skóla lóðarinn en þannig þá var ég 14 ára, þá var maður veit maður af þessu og er forritið fyrir þessu en svona síðan er náttúrulega fylkingin og KSML og svo kemur EIKML seinna og eitthvað fleira en manni fannst alltaf sko fylkingin vera lang svona skemmtilegust, það voru skemmtilegustu partíin og þar blandaðist líka inn svona list og svona miklu svona svona breiðari svona menningarleg degla heldur en var hjá Maóistunum. Já, það var líka sko þeir sko þetta var miklu svona frjálsara og frjálslegra enda voru sko Maóistarnir sem komu frá Noregi þeir bara gáðust upp á fylkingunni sko og stofnuðu þá EIKML sko
Ástæðan var líklega svo að þeir ætluðu að fara að ná hérna völdum í samfélaginu og að standa fyrir ykkur í byltingu. Já. Þeir hefðu náttúrulega upplifað að þið væru bara ykkur í partí. Já, og það var líka... Hvað ætlaði fylkingin sér? Fylking, byltingin var náttúrulega líka einhver svona rómantík og hérna, hvernig var ljóðið sem ég bjóð til, byltingin var eins og stelpan sem þú elskaðir, en þú hélst hún elskaði þig líka en svo sagði hún þér upp og þú varst sorgmætur en svo seinna sástu að það var ekkert varið í hana og svo segir einhvers svona inntakið í ljóðinu og þó því stúlkan sem þú elskaðir ekki stúlkan sem þú elskaðir heldur leitin, þráin sem lagði af stað með þig út í heim ekki til að finna heldur til að halda áfram að leita þannig að það Þannig þú varst ekki ástfangin að byltingunni heldur ástinni sjálfri og sérstaklega ástinni í þínu brjósti. Já, kannski þú veist það var náttúrulega mikil gagnrýni á samfélögin sem hafði verið bylting eins og á sovjetmarxisman og þetta kom náttúrulega líka frá því þessu sem við kallum nýja vinstri, New Left og okkar kenningar voru þær og þá svona þessi trotskíismi og allt þetta aðeins farið að fljóta þarna inn og sem var alltaf í fylkingunni svona anarkismi og það var engin sérstök það var ekkert svona ekki svona þessi réttrúnaður sem fylgdi máveistunum og frekar grasrótarhreyfing heldur en svona skipulagt flokksstarf. Já, og við vildum meina að það var kallað að það yrði pólitísk bylting í austantjaldslöndunum og þeir væru ekki að yfirgefa sósíalismann heldur að fá frelsið. Það var svona svo náttúrulega þóttust menn og við maður var að lesa alls konar bæklinga eftir pólska andófsmenn og rússneska og þetta var mikið skrifa en þessir menn þeir vöktu enga athygli á Vesturlöndum og það var ekkert hlustað á en síðan þegar múrarnir hrynja þá vildi allir Lilju kveðið hafa en þetta voru náttúrulega og það var náttúrulega þegar fólk hefur hort tilbaka hvað gerðist í þessum löndum að þá voru þau meira skuldsett og keypt upp frekar en frelsuð Þau voru bara rænd? Já, þó að frelsið hafi verið þessi yfirborðs Þau voru bara rænd, þú getur bara ímyndaðir hvað hefði gerst ef að þjóðirnar í þessum löndum hefðu getað átt auðlindir sínar og eignir hvers samfélag þetta væri í dag ef þetta hefði ekki bara verið rænt. Nákvæmlega. Þetta er algjör horror árin eftir þetta var samt gert, þú veist, eins og í samkvæmt söguskoðunni sem til dæmis Hannes Hólmsteinn kynnti í myndinni, hann gerir mynd, minni mig þetta, þú veist, sem sé þetta vestræna frelsi var að koma til þeirra og það var að, þú veist, að frelsið átti alltaf að snúast þú veist, að geta gengið í gallabuxum og svona, en núna sjáum við þetta nákvæmlega eins og þú segir, að þessi samfélög voru rænd og sem sé þetta var svona markasvæðing og við sjáum eins og í, þú veist, þetta olígarka samfélag þar sem þeir hafa hýrt ríkiseigurnar og allt það og stýra ríkjunum. Já, og þetta var, ég man til dæmis að þetta voru, þessu höfðu alltaf trotskíistarnir talað mjög í gegn og ég man eftir að leiðtoginn trotskíistar Ernst Mandel að honum var bara hent út úr einhverjum sjónvarpsþætti í Þýskalandi þegar þetta var af því hann var eins og margir aðrir að vara við auðvitað eftir frelsi, auðvitað áttu fólk studdu þeir uppreisn fólksins en uppreisnin var eiginlega tekin af því að einhverju leyti auðkýfingar og hýrt þetta og þetta
og sko pluss sko og Austur-Þýskaland til dæmis bara enn í sárum eftir þetta og þar er einmitt þar er eiginlega verið stærsti flokkurinn jarðvegur fyrir hægri öfga út af ráninu sko. Já, og sko en talandi þegar við tölum í þessu samhengi með sko fylkinguna að þá gerist það líka á þessum tíma að sko máistarnir þegar þeir komu í fylkinguna á þessum tíma frá Noregi, þá vildu þeir sko stofna aðanemdir og yfirheyra okkur og vildu vita hvort við hefðum reykt hass og eitthvað svona bull og við hlóðum bara að þeim sko, þannig að þeir bara flýðu í burtu og stofnuðu sitt EKML og þetta voru margt af þessu alveg príma fólk sko. Og svo en hinir sko KSML þeir komu meira fullmótaðir sko frá Svíþjóð þarna Kristján Guðlaugsson og sem nýlátin og blessu sér minning hans og þeirra hann var nú hann gat nú alveg svona kultúrelt átt heim í fylkingunni sko og þeir voru sko þeir fóru náttúrulega fram einmitt með miklum sko svona réttrúnaði en þá á sama tíma eða skömmu síðar gerist það að þeir koma frá Svíþjóð trotskíistar og taka yfir sko fylkinguna og láta sko fylkinguna sækja inngöngu í 4. alþjóðasambandið og það sko alveg sama, alveg óháð því sko hver hafði rétt fyrir sér og hver hafði rangt fyrir sér og hvernig þetta var allt, þá dróð þetta allan svona lífskraftin úr fylkingunni og fylkingin endaði bara í einhverju sko mistu húsið og endaði í einhverjum litlu leiguherbergi þar sem að sátu 6 manns og rifust hvaða fraksjón þeir ætti að fylgja. Já, síðasta byltingin inn í fylkingunni var líklega að Ragnar Skjalti og Birna Þórðar og fleiri Rúnar líklega og vildu leggja til að byltingin inni saman við El Salvador-nefndina. Já. En þá var það Pétur Tyrfingsson og Már Guðmundsson. Já. Sem að vildu að fylkingin yrði sko endurreist sem alvöru pólitískt afl og starfaði innan verkalýðshreyfingarinnar og þarfundugötun og þeir unnu. Þannig að Ragnar fór út en átökin voru kannski svo mikið að það varði eiginlega eftirmáli af sigrinum sko. Þeir unnu fylkinguna en höfðu þá ekki þrek til þess að halda áfram og þeir fóru bara sína leið síðan. Og allt þetta fólk sem starfaði í þessu fór náttúrulega bara sína leið. En ráðgátan þeirra sem að ekki upplifðu þennan tíma og ekki tóku þátt í honum. Þú veist, ég er svona einhvers staðar á mörkunum. Ég fór á lesing hjá EKML af því að fylkingi bauð ekki upp á svoleiðis. Og þá var Ari Trausti var á fyrsta fundunum og meldist til þess að við veldum okkur dulnefni. Það var allt eftir bókinni. En ráðgátan er að allt þetta afl sem að fer í villta vinstrið af hverju hafði það svona lítil áhrif á verkalýðsbaráttuna á stofnanavinstrið af hverju var það svona einangrað fyrirbrigði og var eiginlega bara að éta sig upp sjálft eitthvað stórt í horni en náði kannski þetta ósækjart vegna þess að það voru náttúrulega þegar 78 eru gríðarleg átök í samfélaginu, það eru mikil verkföll. Já, það var vinstri sigur líka. Vinstri sigur bara meirihlutin í borginni hent út og A-flokkarnir ná 28 þingmönnum held ég. En af hverju þetta er samt svona það var náttúrulega sá sigur var kannski að einhverju leyti vilt að vinstrilinn að þakka sko, í sem sé með svona viðhorfin í samfélaginu. En sko, þú nefnir svona þetta fólk til söguna, þetta er nú allt mjög góði vinir mínir og sko eins og Pétur, hann fór sko síðan að vinna við höfnina og fór það er hreyfingin krafðist þess og var næstum því búin að fella verkalýðsforystuna og þá var þessi en bara ég held eins og verkalýðsforystan þá sko hún var bara það sterk sko Guðmundur Jaggi og náttúrulega þegar fólk horfið til hann baka núna er miðað við hann sem sko róttæka mælakvarðan skilurðu í samfélaginu og þegar við horfum á þetta sko síðan er það spurningin sko
sko með áhrif villta vinstrisins, eða það væri kannski alveg sagt að segja sko áhrif þess sem að kalla 68 kynslóðin eða svona sko, það náttúrulega alveg gríðarleg áhrif sem þarna verða sko, segjum bara á skólakerfið sko, að þú veist, skilur að það fara fleiri í þetta langskólanám, það verður rýmra allt og það sprettur líka upp úr þessum tíma spretta hreyfingar eins og kvennahreyfingin og einhverju leyti þessar baráttuhreyfingar fyrir hins segjum fólk, homma og lesbíur, og ég man til dæmis að 4. alþjóðasambandi var mjög virt í þeirri baráttu og hérna og sko þú veist, þetta eru meira samt svona frjókort sko, þú veist, því að þeir náttúrulega voru alveg fullfæri síðan að taka sín mál sko, og þetta var kannski ekkert haft, það var alveg sko, það eimdi alltaf eftir í, skilurðu, þegar maður hugsaði tilbaka sko, það eimdi alltaf í róttæku hreyfingunni sko, þú veist, þetta með að vera ekki menntaður heldur skólagengin, að svona ákveðið snobb, þú veist, sko, í gagvart, sko, til dæmis svona þessari æskulýsmenningu, þú veist, jafnvel rockið, þetta var lágkúra og svolítið svona þessi þannig að það voru alls konar svona átakapunktar líka, skilurðu, innan hreyfingarinnar. Svona ekki sem komu kannski ekki fram í stefnuskrám heldur meira svona á grunnplaninu, sko. En svona ekki vilji til þess að sameinast fjöldunum, sem kannski öðruvísi ef við færum kannski 30 ára aftur baki tíman þegar menn kannski eins og í Bandaríkjunum fóru og tóku sko hljóðfæri sem að Hjálpræðisherinn hafði notað og notuðu lögin þeirra til þess að breyta bara textunum og klæddu sig eins og verkamenn og vildu vera þar, að það hafi verið svona meiri svona menta snobb í kringum og höfnun á alþýðumenningu. Já, það má alveg segja, þú veist, þessi mótsögn kristallast svolítið í þessu manstu sko svona breytanda sko, því að þetta ekki á þegar Dylan setti rafmagnið í sko að þú veist, þá urðu einhverjir sko sem voru að gera flotta tónlist svona eins og Pete Seegers og þessi róttæku, en þeir voru allt í einu líka, urðu allt í einu svona jaðarsettir og enduðu bara sko í stað þess að vera að spila í einhverjum svona Fillmore East og Albert Hall voru þeir komnir á einhverjar útkverfakrár sko, svo þannig að þetta spilar. Það var einmitt maðurinn sem ég hafði í huga sem að klæða sig alltaf eins og verkamaður og spila banjóið sem að sko alltíðu verkværi. Og svo allt í einu verður þetta svolítið sko gamaldags og það var sama svolítið með sko þú veist, menninguna sem að presenteruð eins og af rauðsokkarhreyfingunni, allir þessi baráttusöngvar sko sem sumum sko í okkar hópi þóttu mjög svona gamaldags sko og lítil svona sko listræn bylting, skilurðu. Og svona auðvitað hafa þessi lög lifað og sanna sinn tilveru rétt og þannig að kannski höfðu menn ekkert endilega rétt fyrir sér. En sko áttu það við að inn í fylkingunni hafi verið þá svona einhver vænting eða hugmyndum að við þyrftum eiginlega róttækari endurmat sem að væri persónulegt og samfélagið, stöðu mannsins í samfélaginu sem að eiginlega bestu tæki til þess að gera það eru oft bara listirnar sko. Já, listirnar sko, í listunum þá hafði svona alltaf ákveðin hluti hreyfingarinnar sko tengst sko framúrstefnunni, sem framúrstefnan sem var ekkit endilega róttæk alltaf sko, hún gat líka verið afturhaldssöm sko og eða bara ekkert sérstakt þannig, en þú veist, en líka oft mjög róttæk eins og súrrealismin og allir þessi stefnur og straumar og absúrdleikhúsið og allt þetta. Á þessum straumum, þetta var alltaf miklu meira sko uppi hjá
þú veist, svona trotskíistum og anarkistum, sko, heldur en þú veist, þetta sem þeir kölluðu svona einhverju skátalög, sko, til að rýma stefnuskrána, sko, þú veist, fóru svolítið gegn, og það væri ekki list, sko. Sögðu þessir aðilar, sko, og þetta allt, sko, þegar við tölum áhrif og áhrifaleysi, þetta hafði alveg gríðaleg áhrif, eins og til dæmis á alla listsköpun, á skiluru framsetningur hluta, hugsaði þér til dæmis, sko, það sem þessu svona kannski bara stóli, eða þú veist, eins og auglýsingaheimurinn sem fer að þú veist, að nýta sér, sko, poplistina og þannig að það ekki hægt, sko, mér finnst meira, sko bara þegar þú tekur söguna, það sem hefur gerst á þessum tímum öllum, sko, frá á 7., 8. og 9. áratugnum og fram á daginn í dag, að þá finnst mér arfur þess alveg svona hafa fest sig í sessi einhvern veginn, en það væri frekar hægt að spyrja arfleifð eins og fjármálahrundsins og búsáhaldabyltingarinnar, því að það virðist miklu frekar sko miklu svona hafa dáið út, sko, svona sko það allavega ekki komið svona það verður ekki til, kannski hreyfingin hérna, ég veit það ekki, sko. En ég meina, við tökum það var náttúrulega Píratarnir og fleira sem ættrekja í þangað. Þeir fóru inn á þing, en fylki konstantir inn á því. Nei, fylki, algjörlega, sko. En já. Og svo náttúrulega við Ragnar Þór í VFR og Sólveig Anna í Eflingu er náttúrulega árangur í verkefnissefingunni sem að má rekja í búsáhaldabyltinguna. Algjörlega, sko. Þú þarft ekki að loka þessu. En sko, en það er alveg hárrétt, sko, en samt var dálítill svona öldugangur, sko, sem varð ekki að svona þeim hreyfingum sem búist við, og það er ákveðin mótsögn í dag, sko, þetta að þú veist að við erum að horfa á eins og þetta Vinstri græna með sín 3%, en samt Þetta er Alþýðubandalagið gamla. Þetta er sorglegt að sjá þetta. Já, en þetta en samt ekki að sjá, sko, að það sé eitthvað róttækt afl sem farið með himinskautum. Vinstrið í okkar heimsluta í miklu vanda. Að leit út eins og að vinstri væri að endurfæða svona í korfbina. Það var nú meira það sem að ég átti við, sko, en það kannski má líka til dæmis segja sko, Pírata, sko, þú veist, þeir koma með allar þessar hugmyndir stjórnsýslu og höfundarétt og svona frelsi svona á ýmsum sviðum, en ég meina þeir eru bara í pólitíkin þeirra bara svona mórölsk, sko, eru alltaf að kenna okkur mannasiði. En ég nefndi Píratana bara því að Píratarnir Já, en ég er að segja, sko, Birgittu sem kemur út úr hreyfingunni algjörlega og Birgitta, ég man það til dæmis eins og hún, sko, hún var eins og í Vinstri grænum, hún hefði aldrei fengið neinar vegtillur þar, en hún fór með himinskautum í annarri. Ekki Sæland í Samfylkingunni. Já, það er bara þannig, sko, að það er bara þannig, sko, þetta eru bara eins og þessi stjórnmálaflokkar eru svolítið líkjast svolítið svona misjafnlega vel reknum fyrirtækjum. En þú ert alveg upp ættin þín er sósíalísk og þú ert sósíalisti. Já, ég myndi segja það. Hefði kallað, þú sagðist vera kommunisti hefði ég spurt í 1970. Já, við kallum okkur byltingar. Er það sósíalisti?
Þetta það sósíalisti? Já, ég talsmaður svona félagslegra lausna og hérna Ertu hræddur við S-orðið? Nei, alls ekki, sko. Ég myndi alveg, sko, og það var eins og í búsáhaldum, ég skrifaði nú þessar 2 bækur hvítubókina. Ég held að þú myndir svara þessu bara já. Sósíalisti, já. Ef einhver myndir spyrja mig, Einar Már sósíalisti? Ég segi já, sko, skilurðu, sko... Ég ekki beðið með stórust af þannig að setja í Sjálfstæðisflokknum. Sósíalisti, já, sko, þú veist, sko, það bara, menn eru kannski líka svo margt, þú veist, annað, sko, menn segja stundum, þú veist, einu sinni hippi, alltaf hippi og einu sinni sósíalisti. Það gildir nú ekki, sumir hætta við að vera sósíalistar, en sko, skilurðu, og þetta náttúrulega dálítið einkenni, sjáðu á okkar kynslóð eða svona, þú veist að maður er hort á eftir mörgum sko skilur hætta að vera svona sósíalistar, skilur og flokkarnir sem eru hætta að vera það líka sko. Já, og flokkarnir hafa hætti gefist upp á sósíalismum, bæði Samfylkingin og VG raunverulega. Samfylkingin sko, þú veist, sem sé tók upp, þú veist, þetta sem menn hafa kallað blerismann og sem sé fer að þetta nú þessi umræða, sko umræðan í dag svo ofta á einhverjum villigötum, sko, eins og þegar verið að tala þú veist, elítur og þetta, að þá þetta náttúrulega upphaflega notað þegar til dæmis sko menntamenn á undirtökum í verkalýðshreyfingunni og þú veist, þegar að fólk þegar að fólk í krafti sko menntunar og svona nær ítökum í þar sem að til dæmis samtökum verkafólks og fleira sko skiluru, án þess að ég sé eitthvað að hafa beinar skoðun á því að þá verður þetta til, það verður til svona einhver svona andleg stétt eða hvað að kalla það. Það veit betur. Já, veit betur og þetta smitast út í sko allt stjórnkerfið með öllum þessum sko nefndum, sko sumar snúast jafnrétti og aðrar eitthvað annað og þetta verður einhver kúltúr svona í kringum þetta og allavega, alveg sama hvað mönnum finnst þetta, þá varð niðurstaðan svo að þessi stjórnmálaöfl sem kenndu sig við félagshyggju og sósíalisma, að þau einhvern veginn mistu sjónar af sínu fólki og það var kannski byrjað að gerast bara þegar þú ert að komast við svo ára, þá til þess að alþýðuflokknum ég tekist oft við þarna hagfræðingarnefndina sem eitthvað 54 eða eitthvað sliðs og þá getur maður ímyndað sig svona að fyrir þann tíma þá fór fólk með svona blokk og spurði hvað vantar ykkur verkfæliður og húsnæði og hærri laun og eitthvað svona og þetta voru kröfugerðin. En svo allt í einu mæti svona já, Einar minn, það getur vel verið að ykkur vanti hærri laun, þú verður náttúrulega áttað á því að það getur náttúrulega ítt undir verðbólguna og það og kannski eru sko bestu kjörin sem að við getum búið þér að gangi EFTA og það mun lækka vöruverðið og eitthvað svona, allt í einu verður til eitthvað svona yfirstjætt í hreyfingunni sem að veit allt betur heldur verkefniðum sem bara að biðja bara eðlilega réttlæti, sem að biðja ókeypis heilbrigðisþjónustu, húsnæði, hærri laun. Algjörlega. En sósíalískir sko umbótamenn myndu hafa sagt, sama hvað prógráðir hefðu verið með, þeir myndu hafa sagt sko, nei vinur, ég get ekki hækka kaupið þitt en þú getur látið mig gera það. Þú veist sko, það að segja og það þetta sem sko þessa sósíalísku stjórnmálaflokka vantar, þeir eru hræddir við að virkja fólkið og vegna þess sko og þarna kristallast þessi kreppa sem við erum að horfa á núna sko, bara í beinni útsendingu sko og og skilur ég skilur sko ég myndi alveg vilja segjast vera sko sósíalisti en sko það er bara svo margir sko þú 600 neðanmálsgreinar sem fylgir ekki af því að sko ekki út af sósíalismanum heldur oft það kannski sko af því að
hvernig búið að fara með þetta skammaryrði náttúrulega. Já, og þegar þú notar sko, maður mildi skilur sko, Bjössi Spánafari sagði alltaf annarkvort þetta kommunist eða fíbl og sko og sko þetta en ef þú segist vera kommunist í dag þá sér viðmæljandinn fyrir sér eitthvað allt annað en þú meinar. Það dálítið vandamálið í þessu öllu. Það er búið að breyta kommunisti eða sósíalisti yfir í skammaryrði. Já. Og við lifum náttúrulega, og það segir svolítið stöðuna í heiminum, við lifum raunverulega í óvinalandi. Það sem við erum skilgreindir sko, sem eitthvað sem sem myndi grafa undan samfélaginu eða tilheyrir því ekki. Sigur sko, hægriðsins bara algjör. Sem að byrtist meðan í þessu. Já. Og þá komum við að því að því vorum að tala um villta vinstrið og þína kynslóð sósíalista. Þið töpuðu hugmyndabaráttunni fyrir nýfrjálshyggjunni. Já, sko munurinn... Hvernig gátu þið gert það? Ég meina, veistu hvað nýfrjálshyggjan er? Það er bara heimskasta hugmyndakerfi sem til er. Já, þetta er mjög góð spurning. Það var náttúrulega sko, það sem gerðist í kjölfarið á þessu sem við vorum að tala um áðan með þú veist, sko, innrás réttrúnaðarins og maóismans og líka voru svo trotskíistarnir ekkert lausir við það, þú veist, alla þessa skematíska hugsun sem leiddi til ofboðslegrar einangrunar, sko, og leiddi til að sko, oft svolítið svona frjótt fólk á þessu sviði, það fann sig bara ekkert lengur annað, skilur við. Og menn bara fóru að sinna einhverju öðru, sko. Ein af ástæðunum fyrir því að ég fór að skrifa ljóð, það var að mér nægðu ekki alltaf þessi sömu svör við mismunandi spurningum. En það þýddi ekkert í mínum huga að ég hefði yfirgefið einhverjar hugsjónir, sko. Þannig að við svolítið, sko, eins og sósíalistar oft, sko, að þetta hafði allt verið náttúrulega dálítið svona draumórakent. Við vorum að teikna upp eitthvað, sko, framtíðarskipulag og já, og svo voru náttúrulega líka, gleymum því ekki, einhverjar svona umbætur í gangi og umbæta, en sko sósíalistar, ef þeir voru kosnir, sko, þá var oft erfitt líka að, sko, við þekkjum þetta eins og með Mitterrand, það var bara eins og í einhverju byltingu þegar hann sigrar kosningarnar, sko, bara þess að þeir gerðu sko fyrsta svona 1,5 árinu og það ævintýrlegt og þetta sé að gera á sama tíma og Thatcher að taka völdum í Bretlandi. En þá bara, sko, þá varð byrjar, sko, ákveðin svona gaggbylting, sko, menn voru að flýja með ríka fólki var að flýja með einhverja gullstangir og svona, sko, það var að gerða einhver rosaleg atlaga að Mitterrand og það var á hans tíma sem að menn fengu til dæmis eins og Evrópusambandið inn á svona félagslegt plan og svona, sem það ekki lengur. Þannig að mér finnst alltaf aldrei skrítið þegar menn að spyrja um afstöðum Evrópusambandsins. Það fer auðvitað bara eftir í hvernig Evrópusambandið er. Hvaða Evrópusamband? Já, hvaða Evrópusamband? Oft í umræðinu er fólk að tala um það sem að Evrópusambandið vildi verða svona upp á 1990, en það er ekki Evrópusambandið í dag. En það má segja, sko, bæði voru náttúrulega lagðir, sko, steinar í götuna, eins og samanber þetta dæmi og svo var það líka, sko, leið og hægri mennirnir sjá sér þennan leik á borði að nýfrjálshyggjan, hún var bara stefna og hún var bara framkvæmt, skilurðu. Þannig að vinstrimenn áttu annarkort mjög erfitt með að framkvæma sína stefnu eða þeir bara gleymdu henni þegar þeir komust, sko, á einhvern annan stað. Það er náttúrulega þeir lenda í meiri andstöðu í samfélaginu með allt auðvaldið á móti sér, heldur en hægrið sem er með kannski hugmynda vilt vinstrið á þessu tíma. Það var á þessu tíma var verið alltaf að leita einhverju svona þriðjuleiðinni og þannig að en þetta hafði haft, sko, og það er náttúrulega dálítið svona skrítið, sko, kannski til þess að hugsa eins og segjum til dæmis eins og í
bara eins og í háskólakerfið eins og í Danmörku á þessum tíma villta vinstrisins, það var bara, þú veist, það var mjög svona róttæk umsköpun og mikill svona fræði sko litteratúr sem kom út úr því sko psykoanalýsu og marxisma og alls konar bókmenntafræði og þetta var bara sko en það ég held að þetta sé ekki til lengur sko. Sko, en auðvitað sjálfsagt lifir eitthvað eftir af þessu sko í einhverjum sköpunarverkum sko. Já. Það sko annars vegar þetta náttúrulega svona félagslegar breytingar sem eru bara tengdar flutningi úr sveiti í borg og líka náttúrulega uppbyggingu velferðarkerfisins á eftirstríðsárunum, þar sem var eiginlega samkomulag á Vesturlöndum að samfélaginu ætti að þróast til aukins jöfnuðar, hvort sem að menn stóðu við það ekki. Og það opnar fyrir það að koma heilu kynslóðuna sem fara í menntun og sömuleyti vegna þess að það var krafa að fá menntavinnuafl og kvennarhreyfingin rís upp og þannig að það eru svona samfélagslega breytingar sem er náttúrulega umbreyta heiminn og gríðarlega svona lýðræðisvakning að bara eiginlega uppskera sem má kannski bara vekja til almenns kosningaréttar eitthvað laus. Þetta bara tekur tíma að koma fram og öðruvísi sjónarhorn í blöðunum að þau sé ekki bara að tjá raddir valdsins eða pólitíkurinn eða svona hugmyndum að sé hægt að segja frá sjónarhorn alþýðunnar og allt svona í gangi. Það sem ég var að velta fyrir mér með af hverju villta vinstri hafði ekki meiri áhrif. Mætti kannski orðað þannig að það tókst ekki að búa til eitthvað svona farveg, einhverja andstöðu eða einhverja skipulagningar til þess að verða mótvægi við þróun tímans og það bara þessi farvegir þeir eiginlega hurfu þótt að einstaklingarnir sem tóku þátt í eða urðu fyrir þessum umbreytingum, jafnvel tóku þátt í baráttunni, að þeir höfðu náttúrulega áhrif hvar sem þeir fóru út í samfélagið. Þannig ég er ekki að segja þessi þannig áhrifaleysi, heldur það að sko skipulagið það bara hvarf. Þessi járnbrautarvagn sem hann var að reyna að búa til fyrir byltinguna, hann varla sko riðhrúa í dag sko. Það var það sem en það kemur náttúrulega sko á þessum tímum sko segja menn með eins og hruni múrsins og svo fer að verða sko segja menn svona næsta skotmark velferðarkerfið því að þá velferðarkerfið náttúrulega túlkað sem ákveðin kompromí eftir stríð af því að þessi sósíalísku öfl þau voru mjög sigurstrangleg í ansi mörgum löndum sko bara eins og í Frakklandi, Danmörku og víðar og þá kemur líka upp leið sko þessi hugmyndafræði breyting sko að sagan sé í raun liðin undir lok, hún verði ekki þetta framhald sko sem áður sko meiri sé að sko borgarastéttin trúði því sjálf sko að hún myndi líða undir lok sko samanber atómstöðina og samræðurnar við borðið þar og voru sko aldrei svona vissu sko þá var eins og þeir töluðu ekki það væri ekki framtíð í borgaralegu samfélagi en sko þarna verður náttúrulega að koma nýju markaðir með þessu hruni og svo opnast Kína sem og svo kemur þessi speki að sagan sé liðin undir lok og það sé ekkert rétt og það sé ekkert rangt og það sé ekki til nein saga og þetta séu allar svona kenningar séu sko úreltar og þetta náttúrulega svolítið þetta ekki 10. áratugurinn sem svolítið litaður þessari stefnu og ég nú stundum hugsað út í það sko þó maður gerir sér ekki alltaf grein það einmitt á þeim árum sem ég fer að skrifa þessar bækur eins og Fótspor á himnum og Drauma á jörðu og Nafnlausi vegi sem að leita þræðinum. Ég er að leita þræðinum og ég er líka hafnaði að sagan sé merkingarlaus og þetta þannig að sko þetta svona kannski fyrir mína parta og ég vissum að það að nefna ansi margt sko
það líður ekkit neitt svona alveg undir lok sko, en nema hvað að þetta verður auðvitað til þess að jafnaðarmennirnir, að þeir sem sé fara að finna sig í þessu sem við kölluðu þriðja leiðin og mistu trú á eigin leið. Já, mistu trú, já, og sko og niðurstaðan af því verður samt svo að sko að þeir sem eru verst settir, þeir verða svolítið skildir eftir og auk þess náttúrulega kemur inn í þetta alþjóðavæðingin og sko kemur þetta sko nýja líka vinnuafl sem sko á ekki sömu möguleika einhvern veginn sem er náttúrulega klikkuð niðurstaða. Sem er klikkuð niðurstaða, já. Ef við myndum hitta eitthvað dagsbrúnamann 1960 og myndum segja honum árið 2024 verður það þannig að helmingurinn af félögum í dagsbrún hafi ekki kosningarétt. Já, einmitt. Hann myndi ekki trúa okkur. Sko. Nei, einmitt. En þetta er sko, þetta óhjákvæmilega samt breytir, þú veist, orðræðunni, skilurðu, að þetta fólk á sér ekki, það vantar sko rödd. Það vantar rödd og hún er náttúrulega skýtur upp kollinum og já, en samt hluti af til dæmis róttækni Eflingar í dag Eflingu hefur tekist að stilla saman innlendu og erlendu vinnuafni saman sem að ég held að sé bara heimssögulegt fyrirbrigði því að þetta erfiðleikar sem að verkalýðshreyfingin á út allan heim en mér finnst ég held að Efling sé bara mjög framalega í þessu að ná að öðruvísi að því að við sósíalistarnir trúum því að samfélaginu verður ekki breytt nema með kröfugerð og baráttu inn að vestsettu. Þannig gerir maður við hluti það sem er að maður fer ekki að laga það sem er að sem er ekkert að þess og nýfrjálshyggja var að kenna okkur að við ættum að bæta kjör þeirra sem hefðu allra best og það væri best fyrir alla. Svo var það annað sem við sáum hins vegar í búsáhaldabyltingunni að það var náttúrulega sko breytingar geta gerst mjög skyndilega sko. Þú veist að þá blossaði líka upp svona róttækni en til að mynda má segja samt sko af því að sú róttækni hún var dálítið svona sko spontan þó að þeir héldu því framsóknarmenn og sjálfstæðismenn að Vinstri grænir hefðu stjórnað og Álfheiður Ingadóttir í gegnum síma en sem sýnir auðvitað sko á hvaða villigötum umræðan var sko en sem sé þar verður svona mjög svona sjálfsprottin uppreisn og róttækni en sko hún þú talandi farveg hún finnur ekki nægilega sterkan farveg og það er mjög sorglegt líka að sjá sumt fólk sem var róttækt kannski þá að það hefur tekið upp sko kannski þú veist svona útlendingaandúð og hægri talar inn í ákveðið tómarúm sem sko kannski vanræksla vinstrisins skilurðu bjóð til. Já. Þetta á við öll stjórnmál bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu þar sem að það er hægrið sem að hefur komið með eitthvað svar eftir hrun nýfrjálshyggjunnar. Já, þeir hlusta víst sko, þeir lægra settu meira á Marie Le Pen í Frakklandi. Heldur Mélenchon. Já. Þannig, já. En það er líka að því að þú nefndir búsáhaldabyltinguna að það kannski væri réttar að horfa á hana eins og uppþótt sem er það að við viljum þetta ekki og það voru allir saman það. Svo þegar kemur í ljós en hvað gerum við þá? Að þá kemur í ljós að hópurinn er mjög með ólíka skoðanir. Það er enginn að rekja svona hægri uppþótta hreyfingu inn í búsáhaldabyltingunni sem er svona kannski hagsmunasamtök heimilanna, Indefense. Þetta er svona frekar hægri fyrirbrigði. Þannig að þetta var ekki það hefur heldur ekki
sko ekki allavega ennþá orðið svona beinlega hægri sveifla hér, ekki eins og í Svíþjóð og Þýskalandi eða svoleiðis sem betur fer sko. Og það má nefnilega nefna annað í sambandi við uppþvottinn í kringum fjármálakreppuna, búsáhaldabyltinguna, að sko sem sé við sögðum stjórnin að fara og hún fór. Það er að segja við sigruðum og það var manstu þegar þið fóru að ræða þetta á þingi hvort að þetta lögsækja fólkið og fangelsa og ég veit ekki hvað annað, Gunnar Bragi var með þessar kenningar að þá var mesta eftirsjáin hjá þeim að hafa gefið eftir en það má segja fólkið sem var þarna sko tók þátt í þessu, það sýndi þetta er hægt skilurðu, við getum þetta sko og þú veist það er hægt að breyta en sjóðir hafa gert þetta, við getum bara tekið írönsku byltinguna, það voru sammála fólk að losa sig við keisarann en svo gátt ekki komið sér saman hvað það kom í staðinn svo kom inn og slátraði sem en það getur vel verið að við fáum bara eitthvað Khomeini sem að því að sko það er svo mikilvægt að sko þegar lögmæti stjórnvalda falla að það sé einhver sko farvegur til þess að leiða samfélagi til einhverja framtíðar sko því að það er ekki gefið að það komi alltaf betri kostur. Herðu, þú nefndir áðan að þú hafi farið að yrkja og svo gafst út ljóðabækur sem eru metsölubækur vegna þess að sko fylkingin hafi ekki verið andlega fullnægjandi vettvangur. Já, eða að maður hafði náttúrulega alltaf ofnislegan áhuga á sko bókmenntum og það sveif nú dálítið svona. Þetta ná í bækurnar? Ég það ná í þessar fyrstu. Þú veist, þetta varu þessar. Er nokkur í koronafötum hér inni og sendisveinnur einmann, svo er ég sjálfur hérna á bakliðinni. Ég held ég að keypti þetta að vera eitthvað stöð. Já, þú skalt passa þetta vel því að þetta er raritet. Núna þessar útgáfur, sko. Máli var, sko, já, þetta bara svona kom svona svolítið yfir mann. Ég var nú að vísu, sko, fluttur út til Kaupmannahafnar þegar ég kláraði þessa bækur, sko. 79 flytti út en ég var búin að... Þú komst og varst að selja þetta sjálfur? Já, kom ég 1980. Seldir vel? Já, mjög, já. Frábær sölumaður? Já, það var mörg fyrirtæki sem hefðu viljað ráða mig sem sölumann, sko. En sko, máli var sko, þetta var dálítið, sko, lýsandi, sko, útgáfusaga að, sko, ég fór með ég sko þegar ég byrja að skrifa kannski svona 20 sko 75 er ég komin svona bara veit ég að þetta er mitt þetta er mitt karma og þá bara flæða ljóðin en ég fattaði það fljótlega sko að ég var ekki nógu góður sko, ég náði ekki þessu valdi sko, ég bergmálaði en ég bergmálaði aðeins á bestu sko, ég las sko T.S. Eliot, Baudelaire og Sigfús Daðason og sem hafði gríðarlega áhrif á mig sko og Hannes Sigfússon og þessa þarna og Það varst ekki búin að finna eigin rödd? Nei, en það tók mig tíma sko, ég þurfti að skrifa einhver 500 ljóð sko og ég man að sko mamma geymdi þetta fyrir mig í kassa og lét mig svo fá hann seinna, ég á þetta en svo fann ég minn tón og það verða þessar sko þá er ég búin að vera fást við þetta og svolítið dulbúinn sem háskólanemi sko í bókmenntafræði og hafði náttúrulega hafði þessa frábæru kennara líka til að sko að því ég var bara að læra bókmenntir til að skrifa ég fylgdi bara Hemingway sko besti skóli í rithöfundarna að lesa aðra höfunda þarna fékk maður tækifæri til að lesa alveg svakalega mikið En er þetta ekki hálfgert svona punk? Jú, þessi sko Ef þetta til einhver tíma
Ég myndi flokka þetta sem svona tengi svona punk tímanum. Já, það var líka, þú veist, sko, það er svona attitútið í þessu. Já, sjáðu íróníuna til dæmis þetta sem við erum að ræða, ljóð sem heitir Drög að skilgreiningu. Skyndilega stoppa ég og skoða hlykkjótt spor mín í snjónum. Mér spurt hvort ég hafi lagt krók á leið mína eins og Evrópukommunistarnir. Nei, ég bara fullur. Og hérna sko það var svona þessi komment sko á samfélagið og tímana og þetta var svolítið til í auðvitað þessari gildiskreppu að það var dálítið erfitt að vera endanlega samfærður eitthvað skilur, en það mjög svona uppreisnarleg þetta svo svarlaus tími. Já, uppreisnarkennd attitút sko, eins og Sendisinnir einmanna, hún byrjar á og þetta sko 1900 og flashback framtíðina sem alltaf svona uppgjör við þetta sko að við gátum ekki sko, það byrjar á þessu sítati Shanti Shake it up og það T.S. Eliot og David Bowie sko, og þetta loka orðin í The Wasteland eyðilandinu hjá Eliot og á Diamond Dogs hjá David Bowie og Eliot kallar á frið en Bowie kallar á uppreisn skilur og hérna síðan er þessi sko á ég að lesa það ljóð fyrir þig. Já, endilega. Síðan koma 5 ára áætlanir sem broshýrar söngsveitir skóla á land með bárum alþjóðasöngsins við undirleik kassagítara og ef til vill rafmagnsfiðla með fuglasöng. Elektrónísk sál þín stígur út úr líkamannum eins og plata sem lendir í vitlausu umslagi. En gættu þín, Stalin búktalari sem yfirgnæfir rödd þína þegar minnst varir og útópísk sólin eins og Jimi Hendrix með brunnin gítar fullkomlega út á þekju á meðan geislarnir falla svipa stofugólfið. Ég vildi gefa mikið fyrir að dyrabjöllurnar opnuðu sig, að póstkassarnir rifu úr sér hjörtun og í vídeóaugum á röntgenmynd himinsins leystumst við upp í frumefni til að mynda ný sambönd á milli okkar sem verur. Hvort sem það voru brunarústir eða spegilgrænar hallir sem mættu augum þínum, áttirðu aldrei afturkvæmt þaðan sem þú lagðir af stað, enda ekki ákjósanlegur stökkpallur frekar en sundbretti ef ekkert vatn í laugunum. Í miðju öngþveiti þar sem stöðumælar sögunar veifa leirtöflum. Og hvort sem það var í dýpstu myrkur, út í skógarrjóðri þar sem bjöllurnar kynntu sál þína með hi-fi græjum, með útsýn til annarra landa eða kaggi sem rótaði malbyggjunu upp, undir bongótrómum dauðans, undir byljandi rocktónlist, silfurgljáandi pappír eða bara rauðir fánar sem sló upp borg umhverfis tíman, var það alltaf hið óhjákvæmilega sem hefði getað verið öðruvísi. Þegar augu þín skrönsuðu í mölinni, þegar okkur var stillt upp við verksmiðjuhliðin við barnaskólana eins og kindur að jarma, í Chaplin-mynd, í draumi sem gerðist, þegar hendur verkstjórans og þvalir fingur kennarans urðu stórskotalið. En þrátt fyrir allt erum við jafn einlæg og blómin en þrátt fyrir allt erum við jafn einlæg og börnin sem rækta stjúpmæður í skólagörðunum. Við sem ögruðum kerfinu, gerðum það aðeins sveigjanlegra í fjölbreytni sinni. Og eins og jafnan á haustin, þegar búið að stela uppskýrunni, sitjum við auðum höndum, þar sem hinir ófyrirleitnu sem skilja allt, en finna ekki til með neinu, hafa öll völd. Ó, við sem fengum örvar fortíðarinnar að láni, áttum engan boga
og það er erfitt að játa að allt sem við gerðum hafi bara verið að kasta Molotov-kokteil í vítislogana eða byrja Prometheum eld löngu eftir að þeir höfðu úrskurðað hann mania depressive. Nei, því miður, þetta hlýtur að vera skakt númer. Hér býr engin Spartakus. En þegar gangan er farin, þegar mótmælin eru búin, stöndum við eftir, eins og Winston Pakki. Við vitum ekki hvort við erum tóm. Og katakomburnar og leynikjallararnir þar sem við komum saman og lásum rauðar bækur með gylltum stöfum eru auðir salir. Sjóræningin sýnir svarta hönd og lönd hans lokast eins og klaustur. Strokleður fer höndum heiminn. Blóð píslavottana vætir ekki lengur akrana. Punktstráin fellengin fræ. Hann langt síðan ég lesi þetta ljóð. Þetta svona spámaður svolítið spádómur í þessu þetta er svolítið kannski þessi situasjón sem maður var að glíma við þarna Kannast þú við hennar mann sem maður var að skrifa þetta? Já, ég myndi segja það þannig þó að hann sé svona kannski svona yfirvegaður á ýmsum sviðum og jafnvel ekki jafn tilbúinn að segja nei við öllu. Það er skemmtilega, hann gætt svaraði þessum vangaveltum okkar hérna áðan. Já, hann svaraði þeim nefnilega, já. Við hefum getað stytt samtal okkar að þessu. Já, með þessu, með þessu, en sjáðu, með, þessa bækur, þar kláraði ég svo 79 út í Kaupmannahöfn og er með 3 bækur, sem var náttúrulega kannski svolítið stórkarlalegt. Þóttisum, þó eru þessar bækur, þetta eru 3 ólíka bækur. Og svo sendi ég til Mál og menningu og það var náttúrulega engin tölvupóstur þá og maður var ekki einu sinni með síma og svo beið maður bara til póstinum og svo fekk ég nei og þar kemur kannski pönkið inn þá bara, þá ger ég þetta bara sjálfur. Og það er ekki hvað getur heldur hvað það gerir. Já, og þá fekk ég ég heyrði að Friðrik nefndi bróður sinn, Þórleifur Friðriksson bróður Frikka, hann sá prentin og það er nú engin annar en Friðrik Þór sem gerir þessar kápur. Og ég held það sé ekki margar bókakápur sem Friðrik Þór hefur gert, en hann gerir þessar. Nema hvað að, og svo bara þeir áttu nú eftir að sjá eftir því að Jóhann Páll hann greip náttúrulega strax, þetta var bara þessar 2 og vildi þá gefa út næstu bók og sem var bara tilbúin og þeir náttúrulega kannski sáu eftir þessu en þeir, þú veist hjá Mál og menningu þeir hafnu þessu þannig að ég var og þetta var náttúrulega svolítið við af því að svo sendi ég rittar hringstigans til Almenna bókafélagsins í borgaralegu en það var náttúrulega bara við það voru engar aðrar skuldbindingar en við listina við það að geta sinnt starfinu og að okkar mati margra þá gáfu bara bókafólk þeirra hlutverk var bara að gefa út góða bækur og við hvort sem við værum sammálaðum eða ósammála og ég vann þá þessi fyrstu verðlaun í þeirri með ritarana og það var vel tekið sem höfundi já, nei, alls ekki þú verður mjög ánægð með þig Einar já, í rauninni þessa bækur það þurfti að prenta þær aftur og ég hugsa að þær hafi komið út nokkrum sinnum 5 sinnum eitthvað svona ólíkar útgáfur setta saman í 2 bækur þannig og svo í eitthvað annað heildarsafn Herðu, en ferill þinn sem er rithöfundar, hann er vel þekktur hann er ég ætla ekki að reyna að breyta þessu í svona bókmenntaþátt en þannig er það bara þegar þú finnur leiðina út úr svarleysi fylkingarinnar og ferðu að yrkja þá verður já, en síðan átti ég náttúrulega eftir að leita í ýmis svörin sem ég hafði þú veist, þetta er díalektík þetta er ekki bara afneitun
Það sem að mér finnst að því að það er erfitt að vera listamaður. Já. Þú veist, það er og eitt af því er að fólk bara eldist og breytist og lífið fer með annars staðar. Og sumir maður geti séð fyrir sér þennan ljóðaskáldið þarna sem að væri ennþá að yrkja þarna. Já, yrkja. Já, eða svona, við verðum ennþá að leika þetta eftir. Já. En það sem að mér finnst að því þú ert leitandi höfundur. Maður sér það þegar maður er að skoða hvað þú ert að gera og það er eins og þú setjaði og ég myndi segja bara umfram marga þinni kynslóð ertu svona alltaf eins og þú setja að leita einhverju svona endurnýjun og ég meina til dæmis eins og búsaldabyltingin að hún fer bara í gegnum verkiðinn og það er alveg, maður getur fylgst bara með því. Jú. Hún opnaði ákveðna heima líka bara í frjásagnarlist og þú veist, ég fer að tjá mig af því, þú veist, þetta er aldrei áhugavert í þessu samengi. Þú veist, Hvítabókin og Bankastræti 0 og greinarnar sem ég fór að skrifa allan þessum tíma. Það var dálítið svona svipað og við vorum að tala með englana, skilurðu, þó að það sé allt önnur ella, að ég skrifa grein Herkvöt úr norðri út frá einu ljóði þessa situasjón sem er komin og þar ég held að fátt sem maður hafi skrifað hafi fengið önnur eins viðbrögð þannig að og þá vorum þetta er nefnilega svona bæði þjóðfélagslegt og bókmenntalegt sem ég er að ræða núna að þá voru voða margir sem sögðu við mig heyrðu, hvernig getur þú sagt þetta veistu það að þú ert að segja það sem ég var að hugsa og þá bara heyrðu, þá var allt í einu komin í þessa stöðu þá var þessi textar eða þarna þá var þetta allt í einu komin í þá stöðu að vera orðatilfinningar tímans skilurðu vera röddin og og það var enn og aftur alveg eins og við sögðum með englana það var ekkert sem ég var að biðja skilurðu nema hvað að þarna þá eins og bókmenntafræðingarnir segja en þarna finn ég líka ákveðna textatengingu þú veist að því að maður er alinn upp í þú veist að lesa bókmenntir segjum eins og úrvalsritin hjá Marx og Engels bréf til Láru eftir Þórberg Alþýðubókin á Laxness greinar Sverris Kristjánssonar og þannig mætti lengi telja og síðan fer ég mikið að lesa svona alls konar essayur eftir Sartre og Camus og Eliot og alls konar fólk og Tariq Ali og fleiri og alls konar anarkista og þetta er líka ákveðið form skilurðu sem hafði náttúrulega blundað rosalega í mér þannig að þegar það kemur upp og verður svolítið partur af þessum bókum tveimur og þá fatta ég það að skáldsagan, það sem menn kalla skáldsögu sem við vorum að tala áðan, saga einstakling skáldsagan er engin heilug kú því að löngu fyrir daga skáldsöguna var til frásagnarlist og þessi frásagnarlist sem byggir á alls konar karnivalisma og sagnarlist og það er það sem verður síðan í næstu skáldsögu íslenski kongar það sem ég blanda saman öllu þessu sagfræði og skáldsögu og alls og leið er þetta ákveðið afturhvarf af því sagfræði í gamla daga og skáldskapur var svolítið það sama þannig að þetta er allt liður í ákveðinni þróun líka En þú nærð svona það svona endurnýjað og ert að leita með því ég veit þú hættir að drekka Já, það var bókin á undan þessu það er og þá ég fór að hugsa það að það til dæmis að losna við það að þurfa að vera að drekka að
Er það ekki hluti af ástæðinni því að þú ert svona eftir 50 og 60 en þá ungur leitandi andi? Jú, það var, já. Þú hefur ekki gert það ef þú værir fullur Nei, það var alveg, það var líka eitt stærsta elementi, Þú veist, þegar maður kemur að þessum punkti og hættir og fer að vinna í þessum prógramum sem okkur bjóðast, að ég fann unglingin aftur. Ég fann bara, þú veist, hennan drykkja, svona sérstaklega svona, þú veist, þessi drykkja sem að tilheyrir svona þessari millistétt og þessu menntaða skólagengna fólki eða hvað að kalla það, þessi svona oft kennd við millistéttina, að þú veist þessi drykkja, eins og í mínu tilfelli þá þróa ég þetta frekar seint, ég var alltaf þessi vinnuhestur og svo drakk maður þeim á búinn og var svolítið svona trilltur en svo bara kom að þessum punkti að ég gat ekki meir og átti ekki að gera meir og þetta var orðin svo þess vegna heitir sagan þetta rimlar hugans að ég átti ekki að gera meira af þessu og leið af því að þessu ástandi hjá þessum hópi sem svona einhvern veginn fungerar alveg samt í samfélaginu hjá þessum hópi, þú veist, það svona neikvæðni, kaldhæðni og gremja og biturleiki sem fylgir drykkjunni og einhvern veginn Það er erfitt að ná tilfinningarlegum þroska fullur Já, algjörlega og auk þess sem hausinn, ef þú ert ekki fullur þá er hausinn á leiðin á fyllirí og ef þú ert orðinn fullur þá langar þig að hætta að vera fullur og allt þetta Þannig að það var náttúrulega bara hrein og klár í ljósi allt sem síðan hefur gerst hrein og klár frelsun. Auk þess sem það var dálítið ég var að segja þeim þetta strákunum hérna í gær þetta er dálítið góð sagan í kringum þetta. Það er þannig að árið 2002 þá er ég einmitt að vinna að nafnlausum vegum þá fæ ég bréf frá Litla-Hrauni frá fanga og hann er bara að segja mér að hann hafi fundist mjög góða bækur þar krakkana sem voru tekin af foreldrunum og hann sé sjálfur ættleitur og svona segir hann mér söguna sína 8 þéttskrifuðum blöðum og ég les þetta og hugsa já, þetta er nú áhugaverð saga og hann hafði verið sem sé í viðskiptum með fíkniefni og pusser hvað kallum þetta, díler já, og hann ég svona og svo er ég stundum að lesa þetta og bréfin, ég legg þetta bara svona frá mér og svona og ég man alltaf hugsunin hjá mér var skilur ef nú geti ég verið rosalega klár í svona málum svona með að því hann skrifar alveg áfengisvandamál sín og hvernig hann hafi hætt og allt þetta og hvað hann langi að gera og þá hugsa maður bara heyrðu þetta er rosalega saga en leið og maður sér fyrir sér endalok sögunar þá sér maður sjálfan sig með vindil og konjak til að fagna sigrinum en sem er þessi alkohólismin er hvernig við hugsum ekki hvernig okkur líður svo gerist þetta bara heldur þetta áfram þetta er mitt svona svartasta tímabil í drykkju og 2005 þá fer ég bara teki á málunum og fer í meðferð og svo þegar maður er búinn að fara í meðferðina fer maður út í okkar samfélag og það sem að menn skiptast á reynslustyrkuvonum eins og sagt er og þá heyri ég mann sem er að tala og finnst hann rosalega bæði fyndinn og skemmtilegur og hitta naglan alveg basic gaur og ég er búinn að heyri í honum nokkru sem heyrðu þá fatta ég að þetta er fanginn og ég fer að tala við hann
og þá vildi hann ekki gefa sig fram, sko, vissi hver ég var, en hérna af því hann hafði hélt, af því þetta var náttúrulega bara handskrifað, hann átti engin afrit, hann hafði haldið að hann væri svo ruglaður, skilurðu, en það var hann alls ekki, og sem sé, og þetta er bara einn af mínum góðu vinum, og hérna svo kom í ljós að hann hafði skrifast á við kærustuna og þau gáðu mér aðgang að þessum bréfum og síðan urðum við svona bara tím, sko, og ég vann þessa bók, sko, Rimlar huga, sem er svolítið svona uppgjör við alkoholisman, sko. Það er þetta er náttúrulega ákveðin grein innan bókmenntana líka, sko, þetta sem er mjög erfitt, höfundar sem gera upp við alkoholisman, og oft er það náttúrulega bara menn ætla, sko, skrifa og láta ritverkið lækna sig, en sem er og lýsandi, eitt frægasta svona verk er Herverk eftir Tom Christiansen, sem er helsti höfundur Dana, sko. Tengdamamma mín gaf mér þetta verk þegar ég var drukkinn blaðamaður. Þú varst drukkinn, þetta var líka, en þetta er svona draumur, sko, blaðamannanna, sko, danski blaðamenn lifðu sér lengi inn í þessa mýtu. Bara hefur haft bara mikil menningalega áhrif á, hérna er bara tónnin í Extrablaðinu og tónnin í hérna, hvað heitir það, DR2 eða eitthvað, sem að virðist alltaf öll umræða að vera eins og mennsi og þriðja bjórið eitthvað. Já, og líka, sko, Danmörk er náttúrulega mjög alkohólisérað samfélag. Já, gríðarlega, og hérna, sko, hann er að reyna að skrifa sig, sko, út úr þessu, og þetta tengist náttúrulega líka okkar sögu, sko, með af því að sko, í raunveruleikanum, þó þetta sé skáldsaga hjá honum, þá hann skrifa sitt hjónaband sem leysist upp og sína drykkju, en konan hans, sko, hún hélt fram hjá honum með Gunnari Gunnarsinni, og Gunnar eignaðist barn, skilur, sem hétt Grímur Gunnarsson, og Grimme, var blaðamaður í Danmörku. En þetta var neðanmálsgrein. Nema hvað, það var bara partur af sögunni, sko, sem hægt er að lesa í ævisögum Gunnars, sko. Nema hvað Tom Christiansen, sko, er að skrifa þessa bók, og í lokin virðist hann vera frelsaður frá hann, og þá flautar hann internationalen, og hérna þetta er alveg frábær bók, sko, en sko skilningurinn, sko, menn báðu, hafa nú komin tími til að Tom hætti að drekka, og gott hjá honum, sko, en sko til að, og þegar allt samfélagi þekkti söguna, að þá gaf Carlsberg honum fyrir hverju jól kassa af bjór, sem sýnir, sko menn er ekki alveg að tengja, og hann hélt líka áfram, sko, eða þannig, sko. Þannig að þetta er náttúrulega mikið. En ég nefndi að það væri erfitt að skrifa sögunar alkoholismana, því það er stundum verið, sko, sagan þannig að þetta getur verið, sko, hrörnun einhverjar manneskju eða eitthvað slíkt, en ástæðan liggur ekki índilega í því sem að hún verður fyrir, heldur þetta er svona guð í vélinni, sem er alkoholismi, sem að getur skýrt ástæðunar, en er ekki hluti af atburðarásinni. Mér er alltaf fundist þetta að vera, sko, það sem að menn er alltaf að glíma við, hvernig get ég sagt þessa sögu, þar sem að kannski það sem að keyrir hrörnunin áfram er eitthvað sem að er sjúkdómi sem maðurinn ber, því að oft getur þetta orðið, sko, ofturkun áföllum eða einhverju stöðu sem á líka, eða þá réttlæting mannsins að ég er að drekka út af einhverju, en hann er kannski bara að drekka þegar hann er alkoholisti, og hann er ekkert að drekka því að konan skilur hann ekki, eða hann fær ekki framgang í vinnunni, og konan skilur hann ekki að þegar hann er alkoholisti og hann er að drekka. Það getur verið kunst að koma sér frá sér í sögu. Já, með orsök og afleiðingar sem skiptum sæti. Sem skiptum máli í frásögninni, orsök og afleiðingu, en allt í nættu komum með persónu sem að fer ekki eftir orsök og afleiðingu. Já, þetta er eins og menn taka stundum dæmið, sko, með rotturnar, kanínurnar og hundana sem voru rannsakaðir með tilliti til alkoholisma, hvort þeir ánýttuðust áfengi,
og sko það var einhver ákveðin prósenta af hundum, kaninum og rottum sem ánetjaðist áfengi sko, en það var ekki hægt að segja að kaninurnar væru atvinnulausar eða sko hefði orðið fyrir eða hundarnir hafi verið ofsóttir af Framsóknarflokknum eða skilurðu og hérna já, þetta er auðvitað, þetta er líka ákveðin sko, þú veist, þetta er náttúrulega ákveðin, mér liggur við að segja forréttindi að geta að hafa setið báðum megin svona við borðið í þessum máli, geta hort á sko vittleysuna sem þú hugsaðir og framkvæmdir, að geta hugsað, skilurðu, sko, við erum ekki alltaf að finna einhverja ástæðu fyrir þessu, heldur bara að gera upp við sko, þú veist, það er ekki fyrir en þú sem sé játar því sigraðan eins og við segjum, sko, sem þú byrjar þá að sigra og það var það sama og fanginn var að segja sko, það var það versta sem gat komið fyrir, það stoppaði allt fjármagn og allt hans skemmtilega líf að vera handtekinn, en það var samt það besta sem gat komið fyrir hann. Þetta er frásögn margra að þetta er hérna er umverulega eitthvað sem að fólk vill ekki losna við úr lífísinu. Það er gott að fara til helvítis sem að ratar það út. Já. En það náttúrulega rati ekki allir út, sko. Nei, því miður. Og þú hérna hættir að drekka, ég held að sé svona 50, það er svona seinni hlutunum, að því að þú drekkur seint í því alkoholisma. Já. En þú mælir með þessu fyrir þá sem eru í svona millistéttar sötur í alla daga? Já, heldur betur, sko. Að skilja þennan farangur eftir ykkur stöð. Já. Og þetta er náttúrulega dálítið, sko, síðan er þetta endalaust þessi eilífa spurning, skilurðu, hvort þetta sé, sko, hvort við fæðumst eitthvað með þetta, hvort þetta sé í okkur. Það er spurning hvort að þú sett með alkoholisma Já, frá afi minn, sko, og hérna eða hvort við, sko, þú veist, eða hvort við vinnum okkur þetta inn, skilurðu, hvort við verðum, en sko spurningin, skilurðu, þetta kann að vera áhugaverð spurning, en svarið er mjög óinteressant af því að það skiptir engu máli, sko, þú ert leið, þegar þú ert komið þarna, þá ertu komið þarna, af hvaða ástæðu sem það er. Það er ljótt að segja að mér er alveg sama hvort þetta sé sko sjúkdómur eða synd. Já, algjörlega. Couldn't care less. En þótt að ég veiti það eins og er að það getur skipt máli fyrir þann sem er að reyna að brjótast út úr þessu. Já, algjörlega. Herðu Einar, hérna, vil þakka fyrir að koma hingað? Já, heyrðu, takk sömuleiðis, það var bara dásamlegt að spjalla við þig. Já, það er bara leiði vel. Takk, sömuleiðis. Gaman að hérna fylgjast með þér, mér áhugavert að tala vilda vinstrið og líka við höfum parið víða, við höfum talað alkoholisma og geðsjúkdóma og fátækt og hvernig hérna alkoholismi erfist í kynslóður, þetta hoppi yfir eina, en sósíalismin, hann gengur kynslóða milli. Hann gengur, hann tekur sér stundum pásu. Sem börnin þín allavega róttæk? Já. Það við segjum við ekki alltaf hérna eins og er það ekki ágætis loka orð sko, segjum við ekki alltaf eins og Fidel Castro þegar hann var sakaður að flytja út byltinguna þá sagði hann, nei við flytjum ekki út byltinguna en við bönnum engum að fylgja góðu fordæmi. Það er lokvarði. Kæra þakkir Einar. Og þetta er lokinn á Rauðaborðinni. Þakka ykkur sem hafa hlustað, vek athygli á því að það er helgardagskrá í gangi hérna á Samstöðinni. Hvet ykkur til að fylgjast með því. Ég verð hérna með úrval vikunnar hérna rétt á eftir og svo á morgun í hádeginu þá eru þátturinn Synir Egils. Þá kemur hann Sigurjón bróðir minn og við fjöllum um samfélagsmál og fréttir vikunnar. Sjáumst þá. Segðu það á Samstöðinni.